Grúur komnir á fóninn og já, það föstudagurinn 5. mars. Já, 5. mars, þetta fljótt að líða. Ég ætla að hætta að tala hvað þetta fljótt að líða alltaf hérna, en þetta fljótt að líða. Segir það alltaf? Já, þetta Svo fljótt að líða. Ég veit það, mér finnst þessu nýbúnar að gera þátt. Þetta bara fljótt að líða. Þetta er fljótt að líða. Þetta er fljótt að líða. Þetta er mjög fljótt að líða. Já, en Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti og eins og þið heyrið fullur bátur eins og alla föstudaga síðasta árið og ég ætla að byrja á fyrirlega þáttarins. Býta þess. Já, það var að koma blöðkælir inn. Sko, þetta það hættulegt sem við komið fyrir hérna þátt. Við erum komið Túborg kælir í stúdíu. Hvað snillingur setti þetta? Hvað snillingur setti þetta? Það stað líka við hliðin og sætinu mínu. Ekki steikt mér. Staðan þannig að Túborg fólkið, það kerði hérna með kæli. Nú ég ekki að stríða neinum. Þetta er stór hættuleg þáttur. Það að kíkja á Instagramu okkar og sjá mynda þessu. Við vorum að henda þessi. Það komið kælir, FN95 blöð kælir inn í fokki stúdíu. Þetta verður ekki betra. Það sem ég finnst það svo fyndið, því að ég veit að fólk heldur kannski að við séum bara ígæta til þess að keep the sponsors happy. En þetta ég get óskast að fólk að sé hvað þið voru spenntið þegar þið sáu kælir eftir 10 ár. Við höfum aldrei fengið neitt í stúdíu sem er okkur tengt. Og hann mertur okkur og við erum bara eiginlega ofn. Ég að mynda okkar á kælunum og hann fullur af bjór. En munið hvað við vorum ógeðslega. Munið hvað við vorum glaðir fyrir 3-4 árum þegar við fengum, minna, 2 árum þegar við fengum glugga. Þetta þess að ég elska fyrst var gluggi, svo var kælir. Ég get ekki beðið. Hvað eru búin að vera með glugga lengi? Hvenær komu þið? Ég myndi að segja hvenær fóru á Skaftahliðinni? Ég myndi að hugsa 2 ára 3 ára. Sko FM stúdíóði Skaftahliðinni, svo útskæður fyrir hlustendum, það var grafið niður 20-30 metru ofan í jörðinni. Það var ekki gluggið þess. Þetta var bara svo hvelving. Sko hvelving. Þetta space sem útvarpið og allt var á, þetta var bílakjallari í húsinu, þannig að getur eitt ímynda. Þetta var fyrir neðan, þetta var hugsað sem bílakjallari þegar þetta var smíðað. Það svolítið. Það var stúdíu okkar. Það er ekki þegar maður fór heim alltaf með svo mikla hellu. Maður var eitthvað undir, það var svona vond væp. Þannig að þú vilt minna þetta séu 2 sigrar í sögu FN95 þegar við fengum glugga útsinni og núna þegar við fengum okkar eigin kæli. Já, ég get ekki beðið eftir næsta sigri og hérna stráka. Hvað næst? Hvernig getur þú toppað þetta? Nei, byrju, þú varst að tala kjallarinn í Skaftahliðinni. Ég reykti hljóst alltaf út að reykja. Stóðst alltaf í hurðinni. Fastreikt eina. Hvað var stóttur lengi að fastreikja eina? Fyllibit af lappinn og þú alltaf í hurðinni reykjandi. Eitthvað fyllibit? Nei, mál ég var alltaf eftir þegar þið öskruðu eftir mig bara hvert þetta að fara. Það bara, þú veist að það bara 20 sekundur eftir þessu lagi hérna. Ég var búinn að mastera það. Það tók mig einhverja ég sprett út gangin og fór ekki íkja, hvað varstu lengi með eina sigur? 30 sekundur. Nei, minna maður, ég var komin í svona 16 sekundur. Ég náði að taka sigar til 4 smókum sko. Bara ég var búinn að hvað, varstu svona fast? Venjuleg sigarda, fakt checka dæmi bara svona, ég myndi svona 14 smókar. Ég var 4 sem mér. En eins og ég segi, ég náttúrulega laus við þennan fíkil í dag. Það var mjög snöggur, það er ofta að blöða að segja hörðu það bara, hvernig byrjuð við? 75 sek, þá samt náður að hljópst út og allt breytir og samt komin inn einhvern veginn vitandi að þáttunum var að byrja, þá samt beigðan alltaf þannig til að það var stutt í þátt. Náðu einhvern veginn að bjarga sig, kom oft inn einhvern veginn, það var ekki ofsveitn einhvern veginn. Ég lenti aldrei í því að koma ég stundum settist þið niður leið og ég sá ljósið á mækunum hver. Nei, menn það var satt legendary í stúdíu, ég menna, hérna við alltaf vorum hann að félagarnir. Við fengum Kevin Smith sem gerði bestu bíómyndir of all time og hérna séðan fengum við Ronnie Coleman. Já, hann mætti líka það. Og sko við höfum alveg fengum við skúter þá. Ég fengum Beisöndir Jónas mætti besti vinnuðinn og sko það var þannig byrjaði þessi frábæra vináttu á okkur félagunum. Hvað er að frétta á honum? Bara, hann hefur aldrei verið betri. Hvað er langt sinna þú sendur honum eða hann sendir þér WhatsApp? Það eru auðvitað svona 6-7 mánuðir. Ég þakka sem að heyri. Þú varst alltaf að monta. Hvað ég var senda honum? Blessaður? Nei, bara drungi. Ég er bara að þjálfa og COVID-drungi hjá Jónasi kannski. En málið er COVID, en núna við fyrir alltaf að bóka fljótlega gig og það er að heyri honum. En þú varst að spyrja þetta hvað væri þriðji hluturinn? Það við fengum gluggana. Sko, við erum með gluggi, nú að gegja, sko, málið með Rikka, hann er frábær yfirmaður.
Hann græði alltaf einhver kæl Ég ætti að Rikki ef ekki græði Var það ekki Richard? Nei Við skulum samt gefa hann krediti. Það er yfirmaður okkar sko Já, rosalur yfirmaður Ég fæ sterakast ef einhver annar drekkur hann að bjóð. Já, herru, það þarf að Getur ekki keft lág En ég sé Brynjar Már vera sko bara ef hann sleikir dollu að minni þá störtlast. Sko málið með Brian ekkert mikil fyllibitta Pítu, þetta er samt góða punktur Ég veit hann ekki fyllibitta Ámar að kalla hann Brynjar Már eða ámar að kalla hann Brian Ecclepen Sko ég kalla hann alltaf Brian En þegar þú tala við hann, ef þú hittir hann á göngunum segir þú Brian Segir maður nafnið það? Sititi? Já, maður segir bara Sititi. En ef ég myndi segja þá myndi ég segja Brian Ef þú var að kalla Manstu þegar Brian lappaði inn í herbyggiti konunar með gítarinn Þegar, veist á konundagur Já, hvað lag tók hann áttur? Eitthvað með Snow Patrol Shit, hvað var gott að finna Nei, við erum góðir Já, það var það ekki Snow Patrol. Við þurfum ekki að finna Já, við verðum að finna sko En vaktan konuna sem sagt með lægi. Við aldrei liðið svo mikið piece of shit eins og þegar að Brian spilaði það Er það sko Ég dýrka Brynjar Már Brian Ecclepen eins og hann kallaði sig ellendis En ég er ekki að setja út á þetta hjá honum En ef ég myndi gera þetta þá myndi kona mín, hún myndi ekki fíla Er ekki þá bara Er ég eitthvað skrýtnu saman? Nei, þú ert náttúrulega ekki bara með A Voice of an Angel. Nei, reyndar Það er ekki Snow Patrol þarna, Run Jó, þetta er alveg Má sjá. Já, þú veist Þú verður bara að setja þetta á Já, þannig er þetta, já. Þú verður bara, þú veist, þú verður að setja þetta á Nei, ég er góður En já, þetta er sko, máli er að Þetta er ekki eðlilega gott Ef þú speklar þetta Ímyndaður kona myndi koma inn í herbyggi einn daginn og vekja þig með gítar. Þú myndi vakna við bara góðan G-hljóm og lítu upp og hún væri með annan fótinn upp á rúmstoknum og væri að spila á gítar. En það fyrir rosalega eftir náttúrulega hver er makið. Því ef að Rakel myndi gera það, þá myndi ég grenjulhóttri. Og hún myndi aldrei gera það. Nei. Af því að Er hún frekar slagur musician eða? Ég bara veit það ekki. Sér hvað hefur til að sjá hann að spila gítar þarna fyrir því að við rúmstoknum. Hún myndi gera á samfélagsmiðlum. Hún væri aldrei að fara að taka lagi fyrir mig. En svo til dæmis ef að makið minn væri bara, segjum Birgitta Haugdal, og hún myndi koma að syngja þetta, Ragga Gísla, ef bara einhver tónlistarkona, þá myndi manni kannski finnast að ég veit það ekki, væri það samt ekki skrítið? Já sko, þú ert alltaf ekkert skrítið við að makiðin komi og syngi fyrir þið með gítar? Ekki að þú ert Brian Ecclepen. Nei, ég er ekki að Já sko, málið er að ég veit, Brian Ecclepen hann slögt á kamerun eftir hann labbaði inn hann að þetta er dömur en ég veit ekki sko hvað gerist eftir hann slögt á kamerun. Ég hef aldrei séð svona söng sko. Ég hef aldrei heyrt svona. Þetta er eitthvað besti söngur sem ég hef heyrt og ég skil ekki að hvernig að vinna þennu FM. Já, eða hann ætti náttúrulega bara að vera professional söngari bara. Það er ekkert eðlilega vel gert. En hvað heldur þú að bara hendi beint í gangi? Hann er fín söngari. Já, fín. Það sem við segja að spila þetta. En Svessi gerði það nú líka ekki, hann mætti. En það er líka, a hell of a singer. Það er ekki að falla eftir fyrir hans maka að heyra það. Þannig að ég held að þetta sé bara misið. Er þið eitthvað að syngja svona fyrir konunar? Nei sko, mér er yfirlega alltaf bara sagt að grjóthalda kjaft og ég fyrir að syngja eitthvað mikið heima. Ég hef reynt það og það er bara að ég hættu þessu. Grjóthalda kjaft? Nei, ég segi svona ef ég er að syngja heima. Það er að taka jam í kvöld, það er mjög best að laga sig í heim. Já, við varum að fara að taka bara jam í kvöld heima hjá mér á mánudag. Það er ekki eðlilega gott lag. Nei, ég segir ekki. Allir segir að halda kjafti eða segur hún. Nei, en ef ég er heima og ég er að syngja þá er enginn að kippa sig bara upp við það, skilur við. Það er ekki merkilegt. Hefur þú verið að syngja jam í kvöld heima þaður? Nei, það er ekkert eðlilega gott lag. Já, takk fyrir það, en ég er ekki að syngja heima hjá mér. Fæ ég það í dag eða? Jam í kvöld? Við gætum þetta að spila. Það er Sun is Shining. Það er púk í okkur. Það er létt, sko. Við gætum bara að heyra sóla hólum það. Þau eru bara að heyra sóla aftur. Það er heldur bjartið og þóttur það er bjartið en það er ekki sólaði. Strákar, vitið þið hvað? Ég er bara búin að taka ákvörðun. Hvað? Ég ætla að dundri með bjórvinna, sko. Það er kæli. Ég vil líka koma ekki. Það er kæli. Já, þetta meina að láta sækja þig bara. Já, ég hugsa að ég ætla að aðtjóða það. Ég meina annars tekið bara leigubíl heim og ég ætla bara að fá mér nokkra bjóra. Hvað er leigubíl upp í Mosó að kosta? Já, það er enda, sko, nú er ég að flytja, það er handleggur. Nei, ég get það bara. Ég ræði ekki við þetta. Ég ætla að láta sækja. 0,00001% af his net worth. Þannig að hann á efnaði. Nei, leigubíl upp í Mosó, við sko, hvað kostar? Fyrir mig að fara núna upp í Mosó hérna, ég myndi alltaf að væri í alveg svona 7 skall, 8 skall. Já, sem skiptir því alltaf engu máli. Þetta skiptir það með miklu máli. Hvað er þetta ekki að skipta miklu máli? Þú veist það, ég er bara í skulda, þú veist að ég var að flytja, ég er í skulda súpu.
Ekki skuldasúpu. Nei, þú veist, ég er að henda mér úr því. Það hlæðir hann aðeins eitthvað. 7 skalli? Já. Herðu, ég er svo píl í það næst. Jésús, Steindi, ég nenni ekki að tala um hvað þú dríkur. Við ætlum að fara frekar yfir bara hvað er í þætti. En ætlaði að drekka hjálmarnisar? Já, ég kom með það sjálf. Þið er alveg sama maður. Nei, ég var að segja, þetta er hættulegast sem komið fyrir þáttinn. Að þessi kæli sem mættur Þetta er vesen fyrir okkur, ég finn það bara. Hvað er þetta að mynda þetta aftur? Já, hann er fann að taka Ég ætla að beigja sér niður og taka einhverja myndir að kæla. Þetta eru alltaf rosalegu kælir, ég gefa hann það. Já, en við ætlum að fara yfir hvað er í þætti dagsins. Og það sem eiginlega ber hæst er að það er splunkunýr dagskrárliður, Steindi. Já, sem heitir Játningin. Játningin, og það er stemming. Já, mér er svo gaman þegar að nýja dagskrárliður. Já, það er eitthvað svona, þú veist, að hringja og taka hlut á sig. Já, að játa eitthvað. Þetta er klefi. Já, og þetta er basically algjör aumingi að játa alla skituna sem hann hefur gert. Og það hringti sundlaug til að byrja með. Í þetta skipti, svo getur maður hringt út um allt. Þetta býður upp á, þetta eru margir optional. En ég var mjög ánægð með þetta símtal. Þetta finnst ég get eiginlega lofa því. Já, þetta var skemmtilegt. En málið, þetta var gæi sem hann er að taka sporinn. Og hann var að hringja í Árbæjarlaug og hann hafði komið þarna fyrir 2-3 árum og búin að skýta þess að Já, heldur betur. Ingo Veðugvud ætlar að kíkja á okkur hérna eftir. Það er nú góðu vinnu þáttarins og alltaf gaman að fá hann í heimsókn. Það er að koma nýtt lag frá honum og hann er að sóttreinsa Ísland og ég veit ekki hvað og hvað. Var ég búin að segja þér að vera frændur þetta? Ég og hann? Já, mér finnst það bara, þeir eru með þess að náskildir, er ekki afar eitthvað? Af okkar eru bræður sko. Já, bræður. Finnur ekki betra sprit en X-mist? Nei, það er rosalega. Þetta er svakalega. Við erum með spurningi hérna Gilsarans og þú ætlaði að bjóða upp á hvað aftur? Já, sko, King of Volcano. Málega er að jarðfræðingar pre-ejaculated í vikunni með fullir að vera komið gós. Ég bröðuna heim á vinnunni í paniki og það var ekkert gós. Nei, hlutabrið voru rauð líka hana. Allt var rautt og það paniku allir en já, það er ekkert að gjósa. Ég er með King of Volcano í dag. Já, þó að sé ekkert að gjósa. Já, sko, ég byrjaði að semja þetta leið og það var logið að mér að bara í gós. Já, þannig að þetta er ekki að þér. Kannski hlustendur vita það ekki að þú ert að semja þetta allar vikuna. Þú leggur mikið Já, ég byrjaði bara í þessu leið og sagt að það gefi gós. Ég bara vinni þessi 4 daga. Þú veist alveg hvað annað mætti kalla gós líka sko. Já, menna, ég er að fatta þetta verður vesen. Hvað getur verið gós líka? Nei, bara þetta verður vesen, það er bara hann. Í fyrsta sinni, sko, við þvöttum það bara núna daginn. Þetta er í fyrsta sinni marga vikur sem myndur upp fyrir Casher. Herðu, myndur upp fyrir Casher. Ég ákvað að taka. Þú ætlar að draga Ingo Veðugvud inn í það. Já, ég tók Cash í dag og ég samdi spurningarnar með það í huga að Ingo myndi taka þátt. Já. Þannig að hann er að fara að vera með okkur í myndur fyrir Cash á hættir. Já, við þurfum að hafa hellingur sem er að ræða Ingo. Ég spurði okkur daginn, haldið að verði þjóðatíð? Já, ég ætla ekki sko. Já, eins og staðin er núna. Þó er enda vissum, það er líklega engin þjóð slakari en við að bólusetja fólk. Vola, fyrir þetta hægt að ekkert eðlilega hægt. 12.000 manns? 12.000? 12.000? Já, 12.000 er búin að fá sprautu 1 og 2. Það er engin þjóð hægari og heimskari en við að sprauta fólk. Rólegur. Ég held að við séum bara á pari við aðra þjóður með höfðutölu. Nei, þetta er bara ekkert eðlilega lélegt. Þú veist, þetta er rétt ekka Mósusbæn. 350 hræður sprautið bara fólk, þetta flókið. Já, það virðist vera flókið að fá efni til að sprauta. Það er ekki flókið að sprauta. En við félagarnir á stjórnum þetta var 2-3 e-mail og búið sprauta alla. Ég var að mynda að spá þessum daginn hvort að við ættum að prófa bara að senda þetta út sko, eitt tölupost. Ef að hringi Pfizer. Akkur hringjum við ekki bara Pfizer? Já, ekki. Ég er ekki að gott síndal fyrir þátt. Ég meina það er búið að drulla sko, það er búið að klúra þessu þetta. Akkur við erum ekki að fara að skemma neitt fyrir að hringja þetta út og segja bara hvernig er staðan. Getum við ekki að ræða þetta? UK er að sprauta 650.000 manns á dag. Við erum 350.000. Djöfull væri ég til í þjóðatíð. Sko, herri, ég var að En málega er, sko, Þórólfur, King Þórólfur, hann elskar þjóðatíð, hann er fyllibit. Ég fann það bara í gerð, ég var kynir hérna, Flensborg var með söngvakeppni. Það mátti vera halvur salur í Bæjarbíó. Það voru 90 manns. Ég var ekki skemmtunni fram á fólk í heilt ár. Ég var búin að gleyma hvað þetta er gaman. Það var geggjur stemming. Hvað þá ef það er heldur að mætti vera átjánsmassi í dalnum? Það með bara eins margir og vilja. Ef þessi ríkisstjórn gerði sig hysjar upp sig þá ættu hann að sprauta alla fyrir lok júni og þá er þessi festival bara on. Sérstaklega við sprautum sko, viðkvæmasta hópin sem er sko, 46.000 manns, þá er viðkvæmasta hópinu frá. Þá er komin slaki á Ísland. Ef við klárum viðkvæmasta hópin, mér er skilt saman að þú var Steindi í toppformi, hann smitist, hann er ekki bara að drepa sko. Þannig að klárum viðkvæmasta hópin. Fær Steindi sprautun undan þér eða?
Já, það er undan mér Ég fæ hann að síða sko. Ég er áhættuhópi Já, hvað fyrir það sama, ég fái þetta Það er stór hættulegt að fá þetta Ég er ekkert eðlilega varska Það er eðlilega gott lag Það er í lagi með það King Baba Gjala, Serbin þeirra hlusta hérna á F9 Blöð og það er komið að slúð. Er þetta besta bubbalagi, Serbin? Já, sko, ég er mikill serba maður Þannig að kannski ekki að taka marka mér En mér finnst þetta að vera upp þér Alveg top 3, sko Svein með það Já, Serbin með bubba Ösku trúðsins í nóttinni Þú semur þetta ekki nema að vera á alvöru Í alvöru gardínu Það syngjur Stóni eða eitthvað Já, ég glemd að spurja hann út í þetta Í tónlistamannum Heldur hann að syngja með þetta? Já, ég veist Ösku trúðsins í nóttinni Það er að syngja því að Já, það er heiður Þurfum að fara að fá Bubba í þáttinn og spurja hann út í þessar texta Við opna hvern einasta Hann þátt fann það og var takað til í geimslu daginn og fann textana Já, það er þetta vel gert maður Þannig að fá þeir yfir í síku og spjall Já, en það er komið að slúðri hér í F9 Blöð og er tilbúin þetta nefnir Já Ég er með ágættis mólandi ykkur Ég ætla að, sko, fyrsti mólin er jákvæður Jason Sudeikis, okkar maður Hver er það aftur? Sem var gifturinni, Kardashian Nei, sem var byrjuð með honum, Harry Styles, ég nenni ekki Já, sorry Ég veit að ég er rosalega með þessu nöfn Sko, málega er að, sko, til þess að verja stenda Jason Sudeikis, þú veist Hann var með Hann Olivia er sko geggjaða leikari En hann er ekki ennþá einhvern veginn með þannig nafn að fólk nenn að muna eftir Já, ég er búin að fjalla hann 5 Já, þetta er ekki Tom Cruise eða Brad Pitt Ég tengi andlit við nöfn Ef ég heyri bara nafni Ok, við vorum alltaf búin að fjalla það að konan hans Olivia Wilde byrjuð með Harry Styles One Direction, flutt út og allt En sem Steindi sagði er Já, ég var búin að segja það Þetta er bara basically Segðu mér að Sudeikis sem hann að gera niður sig og allir ánæðir Ég veit ekki hvort sem byrjar að gera niður sem hann alltaf byrjar að hitta módel og hún heitir Keely Hassel Hvað heldur sé að gera þá? Og þau fóru alltaf út að borða ég veit ekki meira Þannig að þetta er eiginlega góða frétti fyrir okkar mann Því að það var ekki nógu góð slúður en daginn þegar hann sagði að hann vonaði að Harry myndi fá leiða hann og hún kemur aftur Hann er moving on Það eru warning bells Ég finn það bara strax Þetta er Nei, það eru warning bells Hann er fann að date Hann er 45 ára og hún er 34 Hann er líka ekkert eðlilega að finna leikari Já, hann er líka bara, þetta er myndalögu gaur Ég er tím Jason Sudeikis Er þetta ekki hrifin að Harry? Jú, reynda finnst mér Harry Styles svalur sko Já, við gefum hann það Stráka, ég líst ekki á þetta Ég ætla bara að segja Því að ég held með honum Það er þannig Heldur hann sé að gera þetta bara til þess að Já, sko, í fyrsta lagi Það finnst mér hann sko En hefna sína Hann er svona, já, hann er módel Mér fannst það allt í hennu vera warning bell sem hann væri fann að hefna sín Já, það er byrja með einhver svona Já, ég ætla bara að byrja með ógeðslega sætri píu Hvað fylgir models í LA? Það snjóar hjá þeim Það snjóar stöðugt Jú, mótelbransin Alltaf bara Nei, mótelbransin er þannig að þetta er ein síkó, bara ein og svo snjór og alveg beint það er mótelbransin, ég er að segja það og málega, það sem ég held að þetta er eitthvað svona öfundsíki, hann ætlar að drífa sig að ná sig eitthvað mótel, þú veist hvað hann ætti að gera hann ætti að læra að vera einn og þegar hann er búin að því að byrja bara með einhverju eðlilegri konu það er eina sem hann getur gert núna er hann bara að fara að elda eitthvað vesen og veistu hvað, kemur ekki svo óvart þessi kona þetta módel að hún væri meira þess að bara trúlófið eða mekir manni eða þetta er svona flókið dæmi sem hann er stígin en er ekki til eðlileg módel eins og Giselle sem er gift Tom Brady hún bara er snjóandi á henni og það greina réttu og svo bara kóka henni og svo er hún bara hvert eitthvað rugglaður það er 100% snjóandi á henni sko en ég er ekki að fjölskyldu og það er ekkit öll módel bara í kampan síkartum og kóka henni ég sagði það hefur potið snjóandi ég veit ekki sem hvað það er það virkar bara mjög eðlileg hérna á myndinni hvort það er þetta Þetta er Jason Sudeikis og þetta er konan Já, maður sjá hana, hvað það er ég er ekki með glerun Ég er með mínus 2 Alltaf það, þessi passament sem ég sá óskilt þetta Hún er að allar konur sem er að mótala Málega, það er erfitt að rífa stendur um þetta Því að hann er the oracle Nei, hann giskaði á þetta Ég er búin að vera allt upp á 10 En það er þannig samt að ég ætla að segja að þetta verður stittur en hitt Ég ætla að giska Ég skal gefa þig það Hann byrjaði með mótel sem var 22 ára Já, það er hræðilegt Þá veit ég að það var bara vika og mikill snjór og hann jafnvel að þvælast inn í snjór Ég veit ekki hvort þessu snjórið ekki Það er alveg sama undir maður fjallarinn eins og slúðrið Það er allir í kókaðinni hér Já, þú ert í mótelið í allir Ef hún verið 22 ára þá er hugsa æg, þetta er óþægilegt Hún er 34, hann er 45 ára Já, það er 11 ára millir Veistu hvað hræðir mig mest í þessu? Þegar hún er að greinilega hanga ennþá í einhverja gamla
að drauma það er bullandi, það er snjókoma það kemur ekki orðið hún til búið snjóhúsi þessi kona. Það er næsta slúður og það er hún Mariah Carey og þetta er eiginlega bara óþægt slúður. Akkur hún er ekki verið slúður í lengi. Nei, bara, það er ég er fórhundin, hvað er fætt af Mariah Carey? Fólk er þreytt á henni. Ég veit ekki en ég er fórhundin. Hún gaf út ævisögu sinni daginn og þetta er eiginlega bara pínu set að segja frá sig því að nú er Morgan Carey, eldri bróður söngunar, hann er að höfða meiðyrðamál gegn henni út af minningabók hennar, eða basically bara ævisögu sem heitir The Meaning of Mariah Carey og þetta er ekki bara hann því að fyrir mánuði síðan höfðaði systirinnar Alison Carey mál gegn henni. Hvernig er að vita hvað fólk þetta er? Þú veist hver Mariah Carey er? Já, þegar ég er ekki að tengja allir systkina hennar. Það er ekkert fræg. Nei, maður á ekki að vita hvernig það líti út. Nei, okay. Þetta er bara systir og hlustaði bara. Já, ég heyri bara illa með headphone. En er öll fjölskyldan að kæra hana? Það var það sem ég ætlaði að koma inn á. Hversu dapurt er það að vera fræg söngkona og gefur út ævisöguna og öll fjölskyldan er að kæra. Fyrir utan það að mammina talar ekki við hana. Þetta er það sem ég hef komið inn á. Fólk er þreytt á henni. Þú er heyrt það, fólk er rosa þreytt á henni. Eða fjölskyldan. Já, en eru allir í fjölskyldum tæpir eða bara hún? Hún, af því að er ekki eitthvað, er allir aðrir tæpir það? Ég veit það ekki. Nei, það er hún, af því að sko það er umtalað að fólk er þreytt á henni. Ég er bara að giska þann sko. Það hef ekki heyrt það, þessi erfitt, mjög erfitt að vinna með henni og hún hef ekki, og það er oft komið. Hún er díva. Sko, hún vil bara þessi mynd að taka öðru megin, því að hún er meina ljóta hlið og hennar flotta hlið sem heita skil. Ég meina ég get auðvitað ljótur öðru meginn sko, sjálfur sko. En ég get ekki gagnrýnt hana sko. Ok, maður sé að þetta er, ég ætla hann að giska hvort hliðina. Fyrst þess að ég er með sexy hliðina. Ekki segja mig hvora, ákvæmst að segja mig. Þetta er sexy hliðina minn hérna. Ég er ekkert auðvitað ljótur akkur hérna. Það sjá það, og þess að passa þeim alltaf að snúa þannig. En ég, hvernig er ég? Ef ég, svona? Hún tegur svona jafn ljótur bara Þannig að vinstri hliðin er betur en hægri hliðin, viltu meina það? Nei. Tjóð, það var gaman að þessu. Nei, ég segi það eitthvað sem hlæra þessu. Nei, eins og Mariah Carey. Nei, hún var type, eða þú veist, maður heyrði þess að sögu með að væri með góða hlið og slæma hlið og eitthvað. En þetta kemur ekki óvart, ég heyrti henni í 10 ára en takk Blondell. Nei, hún, veistu hvað, hún er, ég kemur ekki óvart að hún er í næstu fyrir til Atlantic City hérna inn í litla salnum hérna á hótelinu hérna. Mariah Carey? Já. Hvað er litla hvað rugglar? Hún gæti selt upp Vegas svona. Nei, hún er búin að vera í Vegas. Á Harris? Já, á Harris, hún er búin að á The Pool? Nei, já, eða þar. Dagur sem að Mariah Carey er með gig í Atlantic City. Veistu hvað hún er rík eða? Já, en hún myndi freka bara hætta. Hún er búin að klára samt Vegas. Það var ekki Paris Hilton með gig þar? Jú, Ja Rule líka. Var Paris Hilton með gig í Atlantic City? Ég er mögulega að skýta. Mun ekki þegar Ja Rule Ja Rule er líka steindauð. Og allir vinnið þínir frá Sauðakriki sögðu, herru, við verðum að drífa okkur. Ja Rule er að byrja. Ja Rule. Hörru, ég sá að Landaköfs postaði á grammið í gær. Landa og bland, sástu það? Já, hann reynda að sagði að þetta væri vatn. Hæ, vatn og hvítu brúsi og rauðu tappi sko. Já, það stóð á þessi frændi. Já, náða. Mér vafa samasta flaska sem ég séð á allri æfinn. Ég ætla að klára slúrið hérna, hætti að tala um Landa. Nei, ég bara Nei, ég verði að koma eitt eitt. Ég þarf að beða hérna afsökunar. Við fórum komin í smá gýr í gær í klökunum og ég gaf hérna einum fjarþjálfun hjá þér. Það er svolítið. Já, tekur ekki bara mótorinn. Ég veit með afsökunum. Þetta er Óskar, strákurinn. Bara að fæ ég gamer í þjálfun sko. Já, ég senda til þín. Loka slúrið, við ætla enda þetta á jákvæð. Reynda fannst mér alveg jákvæð með Jason Sudeikis. En það er reynda stenda var ekki jákvæð. Það var að snjóa hjá Kimi Hazel. Ég er svo hrættur að hann fari líki rugli. Okkar besti maður. En það var því snögg fyrir að snjóa hjá henni. En það er að koma reunion of Friends. David Schwimmer sem leikur Ross segir að styttist í tökur á nýju Friends þáttunum sem að HBO Max munu framleiða. Og það er vist allir allir leikarnir. Bitu. Þetta er huge fréttir. Já. Þetta segir maður að er þetta one time only bíómynd eða seria? Það stóð ekki, en allavega er að koma einhver endurkoma. En betur, var þetta ekki í dag? Er þetta grínast? Er þetta þess að Friends-seria sem öll orðin gömul og með all lóðrétt og samt ennþá vinir og... Veit það ekki, ég er ekki múin að sjá handrið. En sko, málið er að... Þetta er besta hugmynd sem ég hef heyrt. Það kom eitthvað svona Friends-fréttum daginn og þá var bara búið að díla um að þau kæmu inn í sama herbyggi að tala um Friends. En sko, þess að geðu hugmynd, segir bara... Þetta var sama konsept. Þau búið kannski ekki lengur saman. Það var ekki dautt. Allir hætti saman. En þau eru öll þá í þættunum. En sko hver að þeim þarf á sem þætti að halda? Því að ekki Jennifer Aniston. Nei, ég get sagt þér engin. Stákuru, Sturlu staðrind sem ég er búin að segja í þættunum. Nei, veistu hvað þau fá á ári fyrir endursýningar á Friends? $20 million á haus.
á hverju ári. Á ég að segja ykkur annað? Það vantar einhvern peningar. En heldur það öll samið þannig? Þú oft semur fólk heimskóla? Já, þau sendu öll eins á sínum tíma. Þannig að bara núna á þessu ári fenguðu öll $20 million bara út af endursendingum. Pældi því, hérna, litla frænka mín sem er 16 ára, hún er Friends fíkill og þannig að þetta er að lifa þangað. Pæli, þetta er ekki búið. En það er létt að klúra þessu. Já, það gæti komið svo bara serían hræðilega en á móti er núna, þú veist, gríni búið að þróa svo mikið að það var að gera líka hilarious og Friends, má eiga það, Friends var alltaf bara nokkuð vel skrifað, ég var reyndar alltaf miklu verið bara sæn, þú veist, ég mist Friends allt í lagi, en ég hef aldrei verið Friends maður, skilur við, en þetta er fínt skrifað. Er það Netflix koncept? HBO Max. Yes. Herru, við skuldum auglýsingar. Akkur kemur ekki Seinfeld koncept? Seinfeld. Já, með ég tjúlast. Sprungunýr dagskrárliður sem heitir Játningin og já, kortmyndur frekar og fleira. Þetta er þinn maður Tiesto, The Business. Hann gefur ekkert eftir. Ég held að bara með fullir virðingu fyrir þessum listamanni sem ég veit að þú fílar, ég held að hann veri hættur. Nei, langt frá þig sko. Já. Hann er með núna bara... Hann er komið nokkur sem til landsins þegar ég alltaf tjósa. Jó, hann er nú bara með okkur 3-4 lög sem er bara vissast lög í Evrópu í dag. Hann er svo segur. Hann hættir ekki. Hvað er hann gamall? Veist það? Hann er nefnilega fættur sko, hann er komin í 50 sko. Þetta er vel gert. Þetta er fínasta lag hjá hann. Hann er fættur 69 og hann er ennþá bókaður á allar hátíðir sko og ennþá the shit sko, 52. Já, ég trúi því þegar það kemur DJ. Hver er heitasti DJ-in í dag? Hvað var það? Timmy Trumpet? Nei, sko, þetta er erfitt debate sko, það tala bara hver er heitur live sko. Við tölum bara Tiesto er alveg top 3 og við tölum bara hann er núna með top 3 vinstallu lögin í Evrópu, Tiesto. Setjum við Guetta sem að svipust aðeins og hann, svo vinstalli í útvarpi. En live, þá áttu komið Timmy Trumpet og Dimitri Vegas og Like Mike til dæmis. Like Mike? Like Mike? Það er ekki Mike Brown samt í Dr. Fútból. Like Mike? Like Mike, það er ekki það er til að fara gott gig með Like Mike. Já, það hittist hér í splunkunni á dagskrárliði sem heitir Játningin, en áður fyrir mig þann lið ætlum að fara í einn gamlan og góðan sem heitir Kortmyndur frekar. Þetta eru 3 spurningar eins og alltaf, drengir, og eru þið tilbúinir? Og eru ekki hlustundur að senda inn blöð með þetta? Já, það voru að senda mér á Instagraminu og allavega 2, ég held ég eina þarna. Fyrsta kemur frá a crazy fan eins og þú orðar það. Og hún er samt með hauslum geggju sko. Hún er svona í Nei, hún er ekkert ógeðsleg. Nei, jú, ég veit ekki. Herru, ég ætla bara að spyrja, er þið til? Kortmyndir frekar að krakki ykkar myndu að horfa á ykkur foreldra sína stunda kynlíf eða þú myndur að horfa á foreldra þína stunda kynlíf? Ég myndi alltaf vilja horfa á foreldra mína stunda kynlíf. Það er málið, fljótt svara. Ég krakkin lappar inn á þetta. Það er bara traumatized for life. Hvað er hún, 6-7 ára? Já, þú veist, það er there's nothing nice about it sko. Nei, þegar juniorinn er komin úr og komin í gýr. Það er ekki traumatized. Nei, ég hann alveg geði ekki. Nei, það var traumatized. Já, en þú veist hvað er að gera? Ég meina, hefði þú lappað, þetta er ekki venjuleg mög sko. Hefði ég lappað inn á foreldra mína sem krakki sem ég betur fyrir gerði ekki. Nei, það eru hefðið liður sem lendi í því sko. Ég veit það. Þú getur alltaf hendið niður. Já, en þannig er hún basically samt að horfa. Já, þetta er góða punktu. Ég er að segja, þú veist, ef ég hefði komið inn á bara Steind og Siggu seniorinn og allt í gangi þegar ég var bara kottnungur, það er bara it's not easy to take sko. Nei. Það er bara örugglega, ég myndi ekki leggja á neitt. Ég myndi frekar bara horfa á foreldra mína. Ég er bara fullorðinn maður. Ég myndi bara fá mér rauðvín og segja, gamli, hvað hann ætti að gera? Klára þetta. Egil, ertu saman að þessum? Getur saman aldur á þessu? Hvernig gríslingur lappar? Já, segjum 15 ára. 15 ára? 15 ára, það er alltaf að pakka. Það er sko blöð. 15 ára? Það er ekki með 34, þú veist, 15 ára. Það er ennþá verra sko. Já, ok. Það er 15 ára. Ég var enda bara að hugsa eins og, hvað er það ekki 6 ára í dag? Nei, ég hugsa bara 34 væri þannig, þá bara mánu ekkert eftir þessu og case closed sko. Hafið einhvern tímann gengið á foreldra hirstíðan? Haldið í alveg að krakkar verði bara traumatized? Nei, ég held það alls ekki. Nei, held ég nefnilega ekki. Ég held það ekki sko, bara það ég held að sami 34 ára aldrei muna það áfram gakk. 15 ára, ég get lofa því og mann til því að eilífi sko. Það er auðvitað vesti aldur. Það er ræðilegt. Það er líklega vesti aldurinn. Hafið eitthvað hitt í foreldrum með það?
Hef ég lent á þeim? Já, hirtið þeim með eitthvað Nei, þá náttúrulega getum við ekki sagt það. Við vitum ekki nákvæmlega, þú veist En mér finnst óþægilegt að hugsa þetta ef ég alveg seinskilin. Já, hvað þá að sjá það? Sko, ef þetta 15 ára þá þarf ég að sammála Stóni. Ef við getum samum Já, en ef þetta er 6 ára það svona mörkunum, 6 ára mannstu eftir helviti miklu, sko, þetta líklega eitt að því, sko. En myndi það, ef þú alveg Já, auðvitað Ég man alveg eftir með 6 ára, sko Já, þú veist það, ég man ekki hvað ég gerði í gær Ég var í fellaskóla Ég er ekki að djóka, ég man ekki eftir allavega 2012 Ég man eftir 1-2 atriðum mjög 6 ára, sko. En myndi, talandum að vera traumatized myndi það hafa áhrif á ykkar samband við foreldri ykkar myndi að horfa á þau að gera Já, þú veist, ertu að tala um að maður lappar inn og eða ertu að tala um að sitja bara stól með bara kleinurinn og kíkið hvað ertu að tala um? Þú veist ekki með kíkið út inn í herbygginu Nei, þú veist, en skilur, ertu bara inn í herbygginu bara í myrkrinu inn í hodninu Já, ég var svona að hugsa ef það væri einhver uppæð fyrir að gera það, myndur þið gera það fyrir einhver viss uppæð og þið myndur bara að lifa með því og allir feskir Þá, þú veist, spurningin núna ef þú ert að tala um að fólki krakkin eða þú sjálfur Það er ógeðslegt Já, ég veit að þú sagði að þú myndir freka að gera Ég held að tala um að lappa inn á þig Þú veist, lappa inn og sé bara loka hörðinu Já, það er bara lappa inn, sko Sýnur með Kolbittus líka það ekki Sýnur, ég held að það sé mjög rólur Við maður farið í næstu spurningu Hvort mynduð þið frekar? Þessi er svona þroskari og bara skemmtilegri Takk Og þetta er eiginlega bara svona góð spurning Eftir að þú fórst að hleyfa hlustundum að koma inn í það þá var þetta svo fárveikt Má þetta að hlustundur okkar, þeir eru fárveikir Það er bara þannig Hvort myndið þið frekar? Hætt að horfa á kvikmyndir eða hætt að horfa á sjónvarpsþætti? Sko, hafi ekki sjónvarpsþættir Þetta er mjög erfitt, sko Samt ekki, ég held þetta væri ekki þetta erfitt Svo fattaði ég bara núna fyrir að spyrja Þetta er ekki það erfitt Já, þú vart alveg vel tífi, sjónvarpsþætti Þú horfum miklu meira á það En fleiri klukktíma En ertu samt áttað á hvað það er Hversu mikil veistlað er þegar Tom Cruise kemur nýja bíómyndu og fer í bíó Tillið er í Spæði ef þú segir núna sjónvarpsþætti Það mættur ekki sjá leynilögunum Já, ég meina, við erum með award-winning movie eftir svona mestalega 2-3 mánuði, sko Strákaði, veit ég hvað Þú veit verið að hartu mættur ekki horfa á það er mjög þreytt, sko Veit ég hvað, ég er svo þreyttur á kvikmyndum í dag að það þurfa alltaf að vera 2,5 klukkutími Ég nenni því ekki Það verður mjög ánægð með leynilögun, hún er 90 minn Já, þannig á bíómynd að vera Og málið er að, ég segi sjónvarpsþætti að því að þú veist Vist miklu þægilega að geta hort á sjónvarpsþátt og svo kannski hort á einni viðbót Já, þá ertu samt komin í 2 tíma villisingur Já, ég veit að þú ræður líka, þú veist, ég nenni ekki að við fyrir 3 bíó Það eru 3 tímar Ef þú horfum á bíómynd, þá er kannski 2,5 Ég nenni ekki að fyrir 10 bíó og við erum að koma heim til minn bara 1:30 Og bíómyndir í dag eru miklu lélegri en það voru fyrir einhverjum ári síðan Miklu lélegri Það er náttúrulega líka bara út á COVID Já, en ekki bara út af, ekki þetta síðasta ár, bara síðustu 10 ár Þú veist, þú ert að tala um Hollywood Spólið, ég er bara að tala um síðustu, sko, farið topp 50 bestu bíómyndir allar tíma Það er enginn af þeim síðustu 10 árum Það er allt bara búið að rusl Og líka allar þessar aksjómyndir Allar þessar bestu aksjómyndir eru gamlar Tango and Cash, Die Hard, Lethal Weapon Það er enginn að toppa þetta Og eina sem er smá sjens Fast and Furious, ég við ekki hana Það er eina Og þessar bestu myndir, Godfather, Shawshank Þetta er allt eldgamla myndir Þessar bíómyndir í dag Til miður, flest allar rusl En það eru góð gæði í sjónvarpsseríunum Og þess vegna er ég sammálaðslega blöð með ef ég þarf að velja Parasite var geggjuð En síðan kemur Tom Cruise með Top Gun 2 skilur Og þá er þetta vesen Top Gun 2, já herru Ertu spenntastur yfir henni? Top Gun 2 Fá Maverick og Goose Það er búið að líða langur tími Goose verður ekki, ég get staðfest það En hann kemur aftur einhvern veginn Já hvað, Back from the Dead Ég held að síðasta góða Hollywoodmynd Ef við tökum bara Hollywoodmynd Val Kilmer verður ekki þessari Ég held að síðasta góða Hollywoodmynd hafi verið hérna 3 Billboards Be my wingman anytime Hvað heitir það? Heitir ekki 3 Billboards Það er síðasta besta Nei, það er ekki samanlega Bíómyndir orðnar slakar en það voru Síðasta spurningin, drengir, hún kemur líka frá Ég gæti að hafa spurt eitthvað svipa hérna, það er langt síðan en þetta er rollu og sofa hjá henni eða ekki sofa hjá henni á Instagram hvort myndi þurfa alltaf endast í klukkutíma eða alltaf endast í 1 mínútu 1 mínútu heldur snögt sko klukkutíma heldur langt sko já sko, ef það segjum út búin að vinna í 15 tíma vel tired að 3 dagur út að vakna 5:50 hún nennir ekki klukkutíma samlífi sko þú veist, nennir einhver tíman klukkutíma samlífi já, 6 er ritt 6 er ritt, já líka ef fólk er nýbyrja saman já, hvað? Ég var félaga Nenni klukkutíma? Engin eðlileg manneskja í langtíma sambandi nenni klukkutíma ég var félaga ég var góðan félaga Kristi Pálsson sem er sölumæður í sporthúsinu hann
Hann ekki svona mögundi klukkutíma, ég lofa því. Það hætti að greiði kittin. Nei, ég bara að segja, það er hellig greiða sem fílaði þetta. Undir klukkutíma? Aldrei gert, sko. En síðan sumir sem, sko, ég eitthvað starfna mitt á milli. Ekki 1 mínúta. Erstu mitt á milli mínúta og klukkutíma? Vá. Já, eins og bara kannski allir í heiminum bara. Klukkar rosalega langt. Já, klukkar. Taka mænin að bláa eða Stendið, þú tekur klukkara Klukkara geðu ekki Bláa? Taka hann að bláa þá Já, þú þyrftir að taka svona 6 bláar Nei, ég er að segja, þú veist, ef þú ert í klukkara Veitir hvað? Þú veist, við klukkari Þú veist, þá erum við að tala bara frá þetta byrjar Klukkutími Það er galið að mínum að en ég ætla ekki að dæma þá sem nenna því en þá er líka fólk þú veist, ég held að fólk sé þá líka að tegja forleik endalaust og gera alls konar skemmtilegt Nei, ég bara alls Ég þarf svar Og veitir líka, the greatest company in the world bjóð til bláu Pfizer Hversu gott fyrirtæki Ekki nómið það þið gerðu bláu þá rettuðu líka bóluefninu Gerðu Pfizer þess að bláu Mínúta eða klukkutími Ég þarf svar, drengir Þú búin að vera kunni á Pfizer í 10-20 ára Ég er ekki kunni, ég er 36 ára gammal Ég er drullið saman að það ekki mínúta eða klukkutíma Fjandinn hafa það Þess að vera með 2 krökkum innastum Það held ég að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við Steinturum komnir okkar upp á stað, við erum í klefanum góða þannig að hérna líður okkur best þannig að við erum ekki beinni útsendingu núna og sko það var engin klefi í síðustu viku þannig að það er alveg komið tíma á klefa og meira þess að gaman að segja fyrir því að við ætlum í nýjan dagskrálið sem við erum búin að vera reyna að koka Já, hvað ég var að kalla hann? Sko, ég vil ekki vera mjög mikið að slettum því að Egil talar í lensku en ég hugsaði come clean en er ekki bara játunin eða játa? Jú, við ringjum ykkur og játum eitthvað og Já Jú, ég til mér finnst það hljóma mjög vel Þetta er basically, sko, þú ætlar að byrja þetta í dag Já Og þú átti eiginlega að vera bara svona að játa einhverja vitleysu sem þú gerðir Mér datt í hug að ringi sundlög Sundlög er gott Já, það er svona æsku stöðar Ringja, ég var að segja að ringja heim aftur Ringja, já, ok Nánast Já, þú náttúrulega byrjaði þetta allt í sundlög Já Þú átt heima í sundlög og gamalt sundlega vörður Já, það er bara En ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að játa á ég að ringja bara? Sko, meina, þú veist, það er náttúrulega takmarka sko, þú veist, já, ég meina þetta er allt bara í lögin yfir höfuð, ég bara tek allt sem er með dettur í hug sem tengist sundlög og mér finnst langt best og ringi bara og þá er þetta byrjað Ok, ég ætla að henda þér hérna í Árbælaun og það er góður stað til að vera á Já, ég bjóð eins og í Árbælaun Já Árbælaun, góðan dag Já, góðan daginn Þröstur Ísak Jóhannesson heiti ég Hefur 2 mínútur, 2-3 mínútur? Ég veit ekki, ég er hérna í afgræslinu þannig að einhver kemur inn þá þarf ég Já, ég skilji Heyrðu, en þannig er nú mál með vexti að ég er nú heimamaður er þetta í Hraunbænum og hefur verið lengi og ég er að taka skrefin Já og er í meðferð Já og ég fekk svona það verkefni að hringja og hérna heyri í fólki og mér langaði svona aðeins að heyra í ykkur varandi hérna nokkra hluti Já, í sundleginni Já, þannig er mál með vexti að 2019 þá kom ég til ykkar hérna í laugina Já og lét vaða hérna í 38 gráðu pottin hjá okkur Þetta var það? Hvað? Já, ég meig í hann Já, ok í pottin og bara freka mikið sko alveg hérna ég fór ekki inn á klósettið sko þannig að ég vildi láta ykkur vita því að það var nú fólk hérna líka í pottinum sko það var hérna ungt par minni mig og eldra fólk sem ég var mjög nálægt eldri manni sko og ég var þarna búin að vera á 3 daga bender sko nýkomin úr gardinu og það var náttúrulega búið að snjóa þarna hjá mér þannig að ég lét vaða í pottin og ég ætlaði svona að láta vita því tuffaði líka Já Já, það var nú lítið og bara afsækið innilega þessa hegðun, hún alltaf á ekkert að líðast neinstaðar, ekki að fullorðnum einstaklingi sko, ég var 43 ára þegar þetta átti sér stað Já bara á slæmum stað Já, það er mitt
Það er bara gott að setja betri stað núna. Já, og mætti hangklæðalaus líka. Þannig að ég hef tók hangklæði þarna. Ég man ekki, það stóð eitthvað Tristan, minni mig, þetta er blörrað hjá mér, en þetta hefur líklegast verið krakka hangklæði. Já. Og notaði það, og tók það með mér þess að líka, og ég nánast bara, það var eins og ég var að reyna að stróka mig út af hangklæðinu, ég notaði það mikið. Já, ok. Já, bara afsakið það. Já. Svo náttúrulega ekki að láta. Svo man ég líka eftir, þetta setna árið 2013, þá faldi ég einhverja skó hérna, hendi einum í ruslið og faldi einn hérna aftast á bak við hillu. Já. Það hefur einhver krakki verið hérna lengi að finna þá, sko. Já. Það var náttúrulega, var algjörlega bara í bullandi órétti á þessum tíma, sko, það er þannig. Já. Það var þetta var bara slæmustæður í mínu lífi líka, sko, maður kom inn í skaflinn snemm alltaf og það var bara snjókom allan daginn, sko. Já. Það er gott að setja á betri leið. Já, takk fyrir það er alveg rétt. Ég er allir að koma til. Þannig að það er gott að fólk getur tekið sig á og farið á réttu brautina. Já, algjörlega, sérstaklega eftir sundferðina 2018 hjá okkur. Hún var vel suppuleg, sko. Já. Hendi mér í rennibrautina og ég skeiti hana. Já, ok. Þetta skammast í mig fyrir það í dag, sko. Svo stál ég líka í klefanum. Það bara kom inn að það líka. Bara kláraði þetta alveg hvis maður byrjaði að opna sig. Það var ég að stela úr einhverjum veskjum, sko. Bara 500 kall hér og 500 kall þar, sko. Já, það er nú læsti skápar hérna. Já, þá hafi þetta örugglega verið, þetta voru bara svona í körfum. Nota fólk ekki körfurna lengur? Nei, vildi ekki fullotna, sko. Nei, ég var að stela einhverju krökkum. Gerir þetta ennþá vera? Já, getur verið. Gerir þetta bara ennþá vera? Já. Það getur verið. Já, en svona er þetta bara. En það er batnandi, mönnum er best að lifa. Já, segðu. Og í dag er ég bara, ég er klín í dag, sko. Bara hafðu bara það gott og... Já, hef ekki fengið mig leikil í nokkra mánuði, sko. Nei. Ég free. Og það fyrir bað og klippingu og bara svona fann að taka mig á. Já. Heyrðu, hlakka mikið til að koma í laugina hjá okkur og ég get lofað því að ég verð bara príðiskunni. Já, það verður bara gott. Já, heyrðu, takk kærlega fyrir þetta. Já, sömuleiðis. Já, bye. Save your tears for another day. Klukkan er orðin 5 og þessum, er þetta ekki bara fínasti föstudagur, drengir? Þetta er bara fullkominn föstudagur. Ég held að það sé núna biðröð í ríkið. Það er 5. mars. Þetta er fyrsta helgin í mars. Ekki smit á landinu. Og konan fór út að borða síðustu helgi með félugum. Hún sagði að verið stappað. Gjörsamlega stappað og það er bara verið valla hægt að vera neinstaðar. Þannig að það eru örugglega slatt að liða að hlusta núna sem er að detti í gýrin. Ég er að segja það. Já, og bara ímyndaði bara núna bara heima, bara matabóðin og það er allt í gangi, sko. Það er búið að kveikja á partilestinni, bara Þorgeir Ástvalds er bara komin á teinana, sko. Djöfull er ég ánægður með. En það er komið að spurningakeppni Gilsarans og hvað voru áttur að vinna með? King of Volcano, já. Því að það er búið næstu því búið að gjósa núna í 3 daga. Já, það er samt ekki Volcano í gangi. Nei, samt, þú veist, það var sagt samt. Helvítið, þetta er langsótt næstu því búið að gjósa. Það var komað í fjölmiðlum og kom hana nokkra klukktímar í gos. Ég sá það ekki. Að báði fréttatímanu með beina útsendingu bara frá Kristján Már er búin að vera í vestinu bara í þyrlu þarna. Það er allt að gerast þarna. Hann var geggjaður. Já, hann er geitinn í hann fór í þyrlu þarna yfir svæðið, ekki? Já, og hann var að spyrja hvort hann var hræddur og hann sagði já, ég er ekki frá því og svo flög hann bara yfir. Nei, sko, hann var hrædd. En sko, þá alltaf hélt hann var að fara að gjósa. Já, hann fæ sér bara sík og Kristján fokki Már. Það var ekkert komin eitt gos eða þá. Nei, sko, hann var svo peppar í þyrluna og voru meiri líkur að hann myndi gjósa heldur en er þetta fjall? Bara í Brækudal. Hvað er þetta sem, flokkast þetta sem fjall? Hæð, þetta er keili og litli hrútur og... Já, þetta er ekki eldfjall. Technically það ekki, menn það eru að gjósa þarna. Það er svo heimski, við skulum ekki fara að opna okkur. Nei, og ég var líka að fatta þeirra. Ég var aldrei lappað upp á keili, hætti ekki að liða sér lappar upp á keili og húnna sem cardio. Ég var líka bara áttam á því núna, þetta var bara punkturinn hvað keppnin er þegar Auðvitað sagði að hann væri líklega til að gjósa það, bara komið allt saman. Ég veit hvað keppnin er. Nei, ég meina bara að hann myndi springa. Já, þú meinar, já. Hann var svo spenntur. Ég skilji. Sko, málið þetta er King of Volcano. Og sko, þegar ég byrjaði að smíða þetta það var þessi jarðfræðingar lög að mér að væri að koma
Eldgóð sko, en þeir eru full of shit. Ég veit þeir eru að hlusta. Hvað er þvottavél? Nei, ég svona hotnaði Ég veist ég heima og þvottavél sé að pípa. Pælið að það fengið glugga, kæli og svo þvottavél. Það væri rosalegt. En málið Rikki hann frábærið maður. Bara að græja hennar kæli hérna, blöðkælin. Sko ég var að skrú upp kuldan. Heyrðu, réttu mér einn. Já, hvað maður bjóða þér? Klassík? Já, klassík. En hvað eru líkurnar að allir bjórarnir, túborgin verið búin þegar við mætum hérna næsta föstu? Þá fæ ég stera. Rikki fyllir betra, málið ef það einhver sem drekkur í morgun þetta þá er það Rikki. Ég með kýla svala í magan ef ég sé sko, þetta er miklu kaldara, ég væri til í ef við komum að hlusta hérna sem fyllir á kælin Ves, setið vesarnin. Herðu, byrjaði bara á spurðingkemni. Herðu, þú ert ekki við mikrofónin, þú stendur bara hérna og fá sterakast. Mátti ég panta einn ves? Svo veist mér alltaf áhundu vitið það líka að þú ert alltaf vanur því að vera hlustendur, þú ert vanur því að vera úðáði líkt hérna inni og við mátti skilja alltaf með snirtitöskuna hérna. Herðu, þú varst að bæta við þetta áðan. Þú fórst úr öllu. Þú varst að skipta föt í stundum. Þú skiptur föt. Ég fór í annan uniform. Já, þú veist, við erum í útvarpi. Í miður útsendingu. Hvað er því? Ég meina það var lag á. Það er ekkert að því, en bara, jú, þú veist, það er hellingur að því. Af hverju? Nálega, ég var í peysu og vel þykk og ég náðu ekki andanum og það er bæði vegi ekki eina sem ég gæti stúdíu hjá Richard það er ekki gluggi hérna. Já, það er gluggi. Það er ekki að opna. Já, ég sko, gluggi sé ekkert opna. Það er ekki að setja rifu. Allavega, King of Volcano, eru þið klárið það? Og eina sem get garantera það var ekki 0-0 svona daginn. Makka. Ég búið mikið tuð eftir þann þátt. Nei, það var engin tuð þér. Jú, mikið tuð. Ekki ein manneskja sagt það. Það kom oft jarðskjálftar rétt á eldgós byrjar. Hefur þú eitthvað tíma búið til jarðskjálfta? Já. Við byggum til jarðskjálfta allir saman á þjóðatíð fyrir 2 árum. Góð leið hjá allir hana svona humble brag á þettin. Já, ég meina, jarðfræðingar mistu sig. Já. Og bara tilkynning og alla miðla jarðskjált í Vestmannum sem föttuður ekki við félaginu vorum að gigga sko. Það er ekkert eðlilega. Ég ætla bara að vera montin að þessu. Það er stórmerkilegt að við mældumst á jarðskjáltamælum og ég bara vil að við segja það sem oftast. Já, við erum búin að auglýsa það alveg nóg sko. Ef okkur tókst að láta 80 manns hoppa at the same goddamn time það sem er ótrúld við það þjóðtíð búið að vera núna í 100 ár og það er alltaf 80 manns hana en þú færðu það ekki til að hoppa at the same Næsta það er það sem við félagarnir náðum að láta alla fyllibettunar hoppa og lenda at the same time. Það er það sem ég er að segja. Okay, þarftu stundum að losum orku eins og eldfjall. Losum orku? Já. Maður þarf að gera það. Bara losa orkuna. Já, það er í ræktina. Ég þarf að losa orku það fyrir og í ræktina á rífi járnin. Er það ekki? Jú. Steindi, hvað getur þú til að losa orku? Ég fer ekki í ræktina. Hvað gerur? Ég ger eitt. Þetta er auðvitað bara 2 hlutir sem kom til greina þetta. Er það ekki? Jú. Það verður gaman að þessu. Nei, hvað? Bara næsta spurning. Ok. Það er svoleiðis? Já, það er svoleiðis bara. Ég er bara að taka þetta á mig. Hefur þú gósið einhver tíman á vinnutíma? Hefur þú gósið? Er þetta rétt íslenska bara til að byrja með? Herðu, en býtu, vorum við ekki einhvern tíma búin að ræða þetta? Gósið einhvern tíma? Herðu, en mann er það að það er rosalegt sko, að gjósa er agalegt sko. Þetta getur ekki verið nýtt orð. Er þetta gósið á vinnutíma? Já, en við getum ekki látið gósið trenda yfir í þetta sem hann vil meina þetta þýði. Það er agalegt fyrir jarðfræðingar í dag sko. Býtu, áður og svarar þetta mér minnir nefnilega ég er ekki að dæma þig en mér minnir að þú hafið ykkur tíman talað að þú hafi gósið á vinnutíma. Já, ég held að ég útvarpinu. Ef hann er að tala það sem ég held að sé að tala þá er, ég hef gert það. Steinþór? Nei, ég held að nei. Nei, ekki þú varst á lager eða? Nei. Hvar gaust þú, Blóndi, í Skaftafellsliðina? Þið bara fokkin kemur ekki við. Hvar gaust? Næsta spurning. Ég hef ekki bara að segja það. En munum mér að Steinþór, ég er alltaf heimskilin, ég svara rétt. Hvar gaust?
Hvað gaust þú? Hvað gaust þú? Ég var að segja það. Hann spurði svo eðlilega á krókálsinu það. Næsta spurning. Helvitis krókálsinn bara, hann fekk góðs krókálsinn. Hefur einhvern tímann legið einn upp í rúmi með laptop? Laptop? Hvað er það? Eitthvað fartölu heitupottur? Ég er ekki að grínast, ég er bara að taka hana kælir og sambandi sko. Laptop? Sagði ég laptop? Já, það er bara eins og verið þjóðveri. Laptop? Ég ætla að segja laptop, sagði ég laptop? Laptop. Hefur legið einn upp í rúmi með laptop og gósið? Ói, veist hvað, vondur út að það væja með Ég bara get ekki, veist það, ég tek aldrei þátt í þessu rugli á honum. Ég þólaði ekki að ég er alltaf einhvern veginn, ég finnst alltaf lenda á mér þessa keppnir hans. En anskotur hafa, ég get bara ekki komist yfir að koma, við finnst að kalla þetta að gjósa og þegar hann spurði hvernig þú gaust á En náðan. hefur það verið flokkast Það gaus á krókálsinum. Já, það var rosa. Ég sagði aldrei hvar það var. Ef það var krókálsinn. Já, eins og þessi eina vinna sem ég hef verið í. Nei, þú gaust samt það. Eða að gaus á vörð. Það er að vera graður þá sko. Ég ætla að klára þetta bara. Já, það hefur gæst. Ég hef verið með laptop og gósið. Fertur. Ég minni á það. Þú ert fertur að vera að tekja hana fæður. Ég held að segja eitthvað meira ennþá að hugsa helvitis Það er að krókálsinn. finna þessi. Wow. Æ, maður. Ok, þú hefur gósið upp í rúmi. Stóni? Já, maður góðs upp í rúmi, já. Það ekki? Jú. Einn með your laptop. Já, bara næsta spurning. Ok. Wow, ég er leið sem leiki í mörg ár held ég. Hefur gósið á síðustu 48 klukkutíum? Ég nenni svo ekki lengur. Hvað? Þetta er allt svona. Hvað meður? Þetta er bara ógeðslega keppni. Nei, það er ekki bara eðlileg keppni. Nei. Við getum ekki kalla þetta gós. Eina sem ég ákvæmst við þetta er að það þarf ekki að taka earmuffs á krakkan í bílnum fyrir þá sem er að keyra heim og vinnun. Nei, það veit ekki, veist, nákvæmlega. Krakkandir skilir því. Síðustu 48 tímum. Já, bara Nei, hjá mér, ég fæ ekki punkt. Ég er búin að svara brutally honest hérna. Já, ég sammála auðvitað. En losar ekki alltaf smá fyrir hérna verður höfum að klæka það? Nei, akkur. En það ekki? Nei, ég get það Það ekki. er rosa skrítið. Það er Það er eins og sé stressaði fyrir það. Teddi er búin að vera veikur alla vikuna. Ég hef ekki gósið. Það hefur bara, hvorar okkar hefur gósið. Þú er ekki gósið. Það hefur engin gósið, það er ekkert gósið það. Hittnar undir þér. Ói, Hvað? þetta er verra en gósið. Hittnar undir. Já, þetta Kvikan, ég skil þig. Undir oft Já, auðvitað. Hittnar undir þér og kemur stundu smá svona gósórói yfir þig þegar þú sér gælur in uniforms. Hvað fyrir þið? Eins og stöðumælavörð. Ég þarf að vita hvað gós. Eins og til dæmis stöðumálaverði, já. Já, þurftur að segja það. Akkur þurftu að segja? Akkur mátti þetta ekki fá að liggja bara? Akkur þurftu að segja? Ég veit alveg að þið vissu þetta og ég vissi hvað var að tala um, en akkur þurftu að segja? Ég veit ekki. Anskotin. Nei, ég ætla að setja nei á þetta bara. En þú sér eitthvað svona mjög hugulega löggu eða Já, það byrjar ekkert eitthvað hittna undir mér. Er það ekki? Nei. Og byrju, þú varst að segja að myndi byrja smá gósanda hjá hann Já, bara svona eins og gósórói. Hvað er gósórói? Það er svona bara Já, bara eitthvað svona ólga. Það er svona rétt áður og gíst sko. rétt áður að gís. Það er rosa að skita. Það var gósórói daginn á hérna litla hrút hérna hjá Keili. Svaraði bara spurningunni. Já, Er það já eða nei? Nei. Nó, bauðst henni ekki á Steindi, þú reyndir að gera niður þig hérna. Sektunni þig, segðu bara já. Já, það var bara ekki það sem ég gerði. Svindlar í þessu. Herru, þið hafið aldrei hlustað á þetta eða? Hafið aldrei hlustað á mínu útgáfa sem sögu? Ég var að segja ykkur marg góð. Akkur bauðstu stöðumælaverðinum á date? Nei, ég gerði það ekki. Af hverju ertu bara að búa það til? Býtu, hvað gerður? Ég baði símanúmer. Já, til hvers? Vel gráður. Til hvers? Til þess að bjóða date? ég verið Ég veit það ekki. Steindi, ég Það var ekki gósórói í gangi. Það var bara Ég veit En ekki akkur byggður að stelpa símanúmer hennar? ekki út af gósórói. Gátt gráður, segðu það bara. Já, nákvæmlega. Ég hatt að þurfa að taka undir með honum. En auðvitað er það bara... Eftir tæmar engin órói í gangi þetta. Það var smá gósórói þarna. Nei, það var bara engin gósórói. Nei, ekki Það er neitt. ég haldið. Já, með vini mínum bara, við vorum tveir að keira í bænum. Sko, ég hef verið sagt- ég hef ekki Kíktum svona- við diskaf og valda Ég fengi svona 40 stöðumælasettir. Ég hef aldrei girt niður stöðumælaverðin sko. Nei, það Ég er bara engin borga 16 og fer heim. Hefur einhver gert það hér inni eða? Engin? Slakað á. Já, ég Næsta sko- spurning, þetta er bara nei. Ok, 4-3 fyrir Stóni. Ég er heiðarlegur núna. Hefur verið það nála því að gjósa að þú hljófstu ofti gælu út alla kringlu?
Nei, ekki heldur engin Nei, herru, hvað er staðan í þessu? Nálætti að gjósa Og sko, Ívar Guðmunds verður brjálaði núna og þú komir í gömlu spurningarnar Herru, þú getur líka Ívar Guðmunds er að fara að senda núna bara, herru, var ekki búið að hressu upp á spurningarnar Hugsaðu líka hvað það að segja Ég haf bara alveg verið að fara að gjósa Það er bara agalegt Kontu með síðustu Nei, ef það nálætti að gjósa Það er ekki útskýra, ég veit alveg hvað það er Hvað er síðast að vera að gjósa? Þetta er mjög mikilvæg punktu fyrir blöð sérstaklega Blöð, you need a point núna 4-3% Er það síðasta spurning? Ef blöð var punkt núna þá er mjög spennandi En er þetta síðasta? Hefur Gjalla sagt við þig Ok, wow, shit Ég vissi ekki að Stendi Junior fucking Junior myndi gjósa svona fast Jésús, alveg komin góður gestur hingað í stúdíóið. Hann er, góður vinnu þáttarins, hefur komið oftar en einu, oftar en tvisvar og örugglegst að koma oftar. Ingo Viðugu, verður velkominn. Takk. Hvernig ertu? Ég er bara, þú eru góður. Ég segi bara velkomin frændi. Já, takk fyrir. Sömuleiðis frændi. Ég kom inn á það í byrjun þáttar, ég kom inn á það áður en ég og Ingo eru frændur, stráðar. Þið eru frændur. Takk ég þá kottan í kvöld. Afi ykkar eru bræður. Við erum það er rosalega. Við erum ekkert að náskyldir. Náskyldir. En sko ef að þú segir og sett fyrðu góður, Ingo, þá vitum við að þú ert góður. Næ, mjög góður. Það er létt yfir það, því að þú hefur sagt við okkur bara ég er ekki nógu góður, þú kynnist þú hinga. Heiðarlegasti gesturinn okkar. Þannig að ef hann er góður, þá er hann bara fokkin góður. Og af hverju er Ingo fyrðu góður þessa dagana? Ég hef bara nóg að gera, sko. Ég er ekki heima bara. Já, svona eitthvað aðeins. Það voru 2 gig í gær og varst að segja okkur. Þannig að þau eru byrjað að detta inn, það er bara þannig. Já, 2 gig í gær, já. Svo er ég full í mistinu, sko, það er alltaf að gerast þar. Já, þú ert orðin businessmaður. Já, ég fór beint í business, sko. Þú hefur alltaf verið okkur með okkur áru og sagði að við varum komin í fjárfestingar og íbúður og svo frammeðis. Já. En millifarið er nú yfir í þetta. Já, þetta er svakalegt dæmi, sko. Já, þetta er eitthvað dæmi sem einhver skoti fann upp 2017. Já. Og svo kom þetta bara versmiðu 2020 og ég og vinur minn, hann kynnti þetta fyrir mig, ég bara, við verðum að fara í þetta, sko. En byrju hvað, þannig að þetta var ekki hugsa bara fyrir COVID? Nei. Það var hugsa bara fyrir spítala og tannlæknastofur. Þá þarf þetta að hafa svo fullkomna sóttriðsni við svæðum. Svo fundur þetta upp og gæinn kom bara úr verksmiðunni bara með brúsan í hendinni bara, það er ágætis markaði fyrir þetta núna. Já, ég meina COVID og getur þetta ekki rúla líka ágætlega eftir COVID? Jú, svo þetta er náttúrulega ræðist á miklu í lofti og þetta er svona alls konar dæmi sem þetta gerir, sko. Þetta er reykjala sniðuð, sko. En hvernig, ég sá að þú varst að ferðast til Akureyri daginn, ert þú bara mættur núna með skjalatösku, sko, að ræða fyrirtæki, ertu orðin Herbert Guðmunds, bara mættur að selja? Já, það er svolítið svolítið, mæta á staðinn að selja, sko. Ég er ekki með diskin með, en sko, ég hef oft laumað kannski einhverju svona veðuguða með, þú veist, bóka gig í leiðina. Þú tekur sprayið með þér? Já, með sprayið, sko. Já, hvernig er að hjálpa þér að vera Ingo Viðugu? Þú ert að selja, mist spray. Ég sel X-Mist, það hjálpar mér að fá fundi, sko. Þú veist, það er allir til að taka eitt fund með gæðinu sem búin að spila 60 sem ársóttíðin er. Þú veist, þannig að hvað vantar hann? Það er svona, það er allir bara forvitnir af því að það er ekki gítarinn, sko. Hvað er hann að gera þessi gæði, sko? Já, hvað vill hann? Það gengur ekki vel, minna það er að seljast vel. Jú, þetta mókast út, sko. Þetta er náttúrulega sparar fyrirtæki svo mikið pening að vera með þetta. Þú ítir bara eitt takka, þá er bara allt svæðið sterilt í viku, sko. Þannig þú ítir að takka brúsanum og skilur hann basically bara eftir. Já, það er þannig, sko. Já, hann tekur bara rýmið. Já, tekur rýmið mér og þarf ekki að gera neitt í viku. Það er bara allt dögt sem þú vilt að drepa. Heldur að þegar þetta gengur vel og þetta móka þessu út, heldur að hættir að gigga þegar það verður skellur fyrir þjóðina ef að einhverju the fucking weather myndi hætta að gigga, sko. Það er mikið cash og þarf ekki giggalegur. Hvað þarf að gera? Fyrst, ég hugsa það er nú, ég hugsa maður taki freka giggi sem maður nennir, sko. Við höfum nú allir tekið gigg sem við nennum ekki, sko. Rétt. Hefur þið tekið mörg gigg sem þú nennir ekki? Á ævinni? Já. Veitu hvað er versta gig sem ég hef tekið? Það var þegar við vorum að gefa út steindan okkar á DFD og við vorum að árita í Kringlunni, ég og Bent. Og við vorum settir það var bara jólin og allt stappað, skilur, og við fengum borð við Dóta-deildina í Hagkaupi Kringlunni og svo tókum við lag úr þáttunum, þú veist, og svo vorum við að skrifa á diskana og það gekk alltaf ógeðslega vel og mikil stemning. Akkurat þetta gig, strákar, það voru 2 krakkar sem voru minni með að geta hór eða í einhverju stórfiskaleik og geta hór og svona og við að taka lagið og svo kom kerfi ding 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 ding, þeir eru að skrifa á diskin allt þetta. Þá lærði ég heldur gott trikk sem Bent kendi mér. Ég þakkar ennþá fyrir það í dag ef ég er að eiga, þú veist, ef það eru svona gig sem eru erfiðar en önnur, fatti, þú veist, stundum er það bara hann. Horfðu bara á endan á mikrofónum,
þá fyrir allt úr fókus og sónaði bara út, þú horfið bara á endan á mikrofónum, klára bara gigið og fer heimtíðin Bent kann öll svona drikk. Það rosalega trikk. Já, hann var svo geggjaða línu, ég held ég hef sagt áður inn í þættunum og hann var svo geggjaða þegar það var allt trúið á túristum hérna að því að maður var að fá sér á virkundum og þá voru komið statista á djammið. Já það þurfti ekki að þekkja liðið en bara að fullt af fólki í kringum að það voru að fá sér. Já, það er sorglega að vera kannski bara 3 á barna þannig ertu komin í partí. Það er ekkert að fólk ekki, það er mjög gott. Hvað er verstagigg þitt, Ingo? Eitthvað sem þú manst? Já, ég er hellingur sko. Hann er alltaf, eins og Steindi minnist á þetta mér fullt af svona verslunarmiðstöðagiggum, þau eru oft erfið sko. Þeir eru stilt upp kannski í miðjum mollinu sko, átt að byrja sko að syngja og kannski fullt af fólki bara með krakkan í barnavagn að labba fram í og drullu sama hvaða lag er í gangi og hvað það gera sko. Það er óþægilegt sko. Þú heldur og sér kannski með Bahama, þú veist, byrju var ekki Bahama vinsalasta lagi, hvað er það eitthvað maður? Þú veist, allir að labba fram. Ekki í kringlinu og smárlind, þetta er örgulega það versta en svo eru bara allir edru og það er enginn að þú veist að þú mætir einhver stað það sem enginn á vona þig og enginn var að bóka þig. Já, það er bara ekki það langt síðan þegar við reyndar var ekki að Akureyri, þá voru við með, það var uppselt í Sjallan og við vorum búin að lofa okkur í Glerártorg, það var óþægilegt gig. Já, það voru svona, líka, það mátti ekki hækki græjunum að því að einhverjir verslunareigendur voru búin að kvarta, það var mjög óþægilegt. Ég fekk mig bara 3 bjóra, ég fann að dansaði fólki að Já, þið hafið þá allavega hver annan, ég mitt ekki á Glerártorgi, þá var ég einn sko, og var enginn að hlusta og var enginn að það, bara einn með gítarinn, bara hvaða lag ég taka núna, ég get alveg veist ekki bara hendi í Rammstein, bara öllu sama sko, einn 5 ára krakki að horfa á þig, búið. Já, mestalagi sko. Seðlar þurrka tárin, en svo á móti áttu líka bara stæðustu gig bara sem tónlistamenn á Íslandi geta fengið og það er, þú veist, til dæmis bara þjóðatíð, brekkusöngur, þú ert með 18 manns bara hátt í 20 manns að syngja með öllum lögum. Já, þú ert einn upp á fokkin sviðinu, þannig að þú veist, það er eitthvað gig sem er stærra, ég held ekki. Ekki sko, en það er svo skrítið þú veist að vera á þjóð, brekkusöngin svo ferðu kannski bara beint í Herjólf og ert þá að fara einmitt, þú veist, á bara Akureyri og tekur smá að Glerártorgi undan þú varst með 18 mann sem held að væri Dave Grohl sko, svo er þetta bara Glerártorgi og það er öllum drullu saman hverju verð, það er ágætt að negla mönnum niður á jörðina bara strax það er bara ágætt svona 11 tímur setna sko. En talandu þjóðatíð, við vorum að tala með dáðan í byrjun þáttar, veist eitthvað, heldur þetta verði? Erstu búin að heyra eitthvað, þú veist, nú ertu í Instahring, verður þjóðatíð, myndir þú gíska það? Sko, mér veist allavega að sést að þú veist, núna væri maður búin að heyra allavega hverjar með þjóðatíð að lægið og snýmislegt tengt því Það er ekkert búið að vera Ef ég væri bara með byssu og haustum og væri hægt að giska, þá myndi ég að giska nei. Þá myndir þú segja nei? Ég myndi giska það. Ég sagði já. Hörður Orri Grettisson, kóngurinn í Eyjum Mannalega væri búin að heyri í Gilsa og segja FNÍ blöð, laugardagurinn, þú erum að bóka það Já, síminu er ekki hringt en þá og það er núna 5. mars Já, mars samt Þannig að sko Það þýðir bara að sko vestmanningurinn greinlega ekki 100% að vera þjóðatíð sem væri alvöru fokking skell Við get lofaði því að vestmanningurinn hann liggur á Víði og Þórúli akkurat núna Sko talandi þjóðatíð, við ætlum að þú ætlar að henda Ingo við ykkur með okkur í Mundur fyrir kæst þannig við erum ekki að fara að sleppa honum en það er kannski ekki komið þjóðatíðalag en þjóðatíðalagi fyrra var helviti gott og tengist nú gesti Er þetta ekki stoltur af þessu lagi, Ingo? Jú, já, þetta er geggjalag Ég var að spyrja Ingo en ekki þig, sko FM 95 Blu Í samstarfi við Túborg, Ript og Keiluhöllina Það held ég, elsku vinir Þeir hlusta á FM 95 Blu Hér á FM 957 Talandu Túborg Við erum að fá kælidrengir og það er farið að stór sjá á kælum Við erum að fá áfyllingu Áfyllingu Viljum við bara Málega er það sem er ekki fattaði ekki þegar hann keyrði kælirnin mertan okkur er að Já, það verður að síja okkur félagunum framvegis. Já, það þarf að sinna kælin. Hann er stútfull af bjór. Það þarf líka að trýta kælin, það þarf að fylla kælin. Og trýta gestin líka, svo I'm got the fucking weatherman er komin, þannig að greatest musician of all time. Herru, talandi Ingo er að ég ætla að tengja handriki. Ég er með myndir fyrir Cass í dag. Já. Og sá liður hefur ekki verið hérna í margar vikur. Nei, hann er búin að vera í góðri pásu bara og ég ákvað að taka hann í dag og ég ákvað að tengja alla spurningar þar svona þannig að Ingo geti tekið þátt. Og er það ekki bara klárir? Hefur það að byrja þetta? Jó, áður að byrja, ég hef spurningu frá hlustanda Ingo að því að þú ert svo hreinskilin hjá okkur Er eitthvað að gerast í ástalífiðin? Ertu á lausu? Ertu að deyta? Hlustendur með puttan og púls Já, þetta er góð spurning sem ég fekk sendt Við sem aðeins búin að vera að deyta Er þetta að deyta? Aðeins, já Ok, þannig að það er eitthvað lucky lady Það er rosalegt Já
Því hvort þú sé heppin sko Fáralega heiljósi söguna Fáralega heppin Myndur þú taka Myndur heimskili svo Myndur einhvern tímann íhuga það að taka eins og Brynjarmar gerði á konudegi að mæti inn í herbyggi með gítar? Nei, það myndi ég aldrei gera Það er gert það, þú átt lög og fallið lög En þú bara gerir það ekki? Nei Brian gerði það sko Ertu romantískur, Ingo? Nei, ég er ekki romantískur Ekki neitt? Nei, bara 0 Nei, bara svo Steindur Já, ég er því meður Velið til í að vera, dáið svona þeim sem hafa fyrir þessu og gera svona alls konar Já, þú er bara ekki þar Nei En svo er líka hægt að fara með þetta út í auga og það er agalegt maður Þú þarft að vera á réttir línu með þetta Það er þetta að fara millivegin Herru drengir, myndur fyrir kæðastendur 3 spurningar eins og alltaf Og fyrsta spurning, Egill, þú ert að sleppa vel í fyrsta spurningu Ég ætla bara að gefa það strax Af því að ég veit alveg hvert þú myndir fara og það er ekkert langt tíðan Mynduðu drengir flytja aftur í heimabæinn Selfoss, Krókurinn, Kópavogurinn Ég er í Kóp sko Hann svara bara Hann er að sleppa, jú, hann má svara Ég er súkkulaðabóla Ég veit það samt ekki Mynduðu flytja Mynduðu flytja Ég er súkkulaði bolla í þessu Það er talað mörðu Súkkulaði kúla Herru drengir, Ég er súkkulaðabóla í þessu til æviloka Þú veist, þið myndu fara bara núna heim eftir þetta viðtal pakki töskur fara aftur, þú veist ekki Þú mátt alveg ferðast frá staðnum, ekki? Jú, en þú myndir búa á Selfossi þú myndir búa á Króknum þið myndir bara fara aftur heim og þið myndir búa þar til æviloka fyrir 50 milljónir og þessi spurning er erfið finnst mér af því að þið eruð alltaf í bænum báðið með gig, þið vinnið í bænum Þetta er erfiðari spurning fyrir mig heldur en Ingo Mér finnst það samtalið að þetta er spurning sko Hvað ættu lengi á Selfossi Reykjavík? 34 mín? Nei, 40 mín Ég myndi segja nei sko Þú myndi segja nei? Já, 50 m fyrir Allæfi, þú mátt aldrei Þú get ekki flutt til útlanda eða neitt Nei, en þú mátt fara ánga Það er eitthvað draumir hér að flytja til útlanda Ég var alveg til í að prófa búti sko Hvar þá? Bara LA eða eitthvað sko Miami bara það sem er sól Þessi steindi skeitt með 50 m fyrir Ingo Veðuguð Það er pocket money Já, þetta var ólítið spinnur Hvað er með 500 m? Geður um eitthvað kvartningu? Þetta er ein helgi? Peningandir hækka með spurningu Þetta var fyrsta spurning Já, og hvað með 50 m? Þetta var fyrsta spurning Já, 50 m fyrir að búast Það er alveg 50 m Við sko erum margir að hlusta núna sem myndu að gera hvað sem er fyrir 50 m Já, þeir eru ekki Ingo Veðuguð sko Nei, það verður líka að taka inn í dæmi Auðun Brandar, hvað ætlar þú að segja? Ég þurfti að segja nei líka Þið myndu báða að segja nei? Já 50 milljónir Já, þetta er náttúrulega ekki Ég er ekki bara að hugsa sjálfan Þessi styrta sem að vera að setja upp á hringtókinu að vera að berja hana niður núna Það er verið að basically brjóta styrtina Ég er að fara skemmt á Sauðárkróki næstu helgi Það er dögt Herru, þá er spurning 2 Hún er erfiðari Það er verið erfiðar og erfiðar í dag Myndu þið missa röddina? Þú ert að hýla aftur hlutlusinn Ég get ekki, ég er a musician sko Nei, ég var að segja, þú gæti verið mállaus Ég get ekki mist röddina sko Já, ok En þegar þú talar um að missa röddina bara þú getur ekki talað það? Þið get ekki talað, þið eru málleysingar fyrir 100 milljónir og þetta er náttúrulega frekar erfið Þetta er eitthvað rugglaður Sko Ég er að muna núna af hverju ég leifður ekki að vera neina lið Þetta er svo lélegt Fyrir 100 milljónir Maður raukstu þetta Og meir ekki tala aftur Maður raukstu þetta Ertu eitthvað að rugglaður? Maður raukstu þetta Ég ætlaði líka að hugsa þetta þannig að þú veist Ingo Fyrir 100 milljónir Já, eftir skatt Ingo gæti fengið sér góða síkó þarna og hugsaði, ég þarf ekki að taka óþægilegu gigginn, hann þarf ekki að fara í mollin sko. Nei, þú ert ekki að tala bara um gigginn, þú mátt ekki tala, þú getur ekki verið út af, þú getur ekki unnið. Nei, ég veit það, en þú fær 100 milljónir og það er bara svona eingrisla og þú bara snáðar. Kaupir eitthvað parhús í Mosó bara. Já, þetta er bara parhús í Mosó og einhver hundur sem getur ekki skipað fyrir. Það er bara þegiru. Já, er þetta ekki, allavega ég er búin að breyta í tölur samt nei samskiptin 90% samskiptum í dag fara gegnum Messenger þannig að þú skrifar í rauninni, ég tali aldrei í rauninni, ég bara held kjafti og tala á Messenger sko, þú ert að móti því ringi, þú skamma mig því ringi þegar ég fara að hugsa þetta, sko. ég svara ekki síman þú þýr ekki ringið mig sko en ef þú sendir mér á Messenger og svara ég immediately sko. Þetta er góð pæling, eftir kannski 20 ár þá það maður ekkert að tala sko. Nei, ef ég er á snekju þá þarf ég ekki að tala þá bara sendir mér eitthvað skilabóð Þetta er gamli, aldrei betri King, það var bjóð Það er ekki að segja það sko Og svo verður að hugsa, Egil, þú sem tónlistarmaður og Ingo og Ötti sem skemmtikraftur muniði þérna 500 milljónir
Þú veist, er þetta fín greiðsla til þess að kassa bara út og missa málið? Þetta er ekkert bara spurning Samt þreytta, sko, þú veist, steik og raust með félagunum Það get ekki spjalla, það er þreytt Ég ætla að vona að þriðja spurningi sé betri en fyrstu tvær Hann er mjög lélugur í Þriðja spurningin, mér finnst þetta bara að vera ágæð spurninga Jú, mér finnst það Þriðja spurningin, hún er reyndar heldur góð Ég ætla reyndar að hækka upp hæna strax hérna upp í 700 Nei, ég ætla að hækka hana með þessu bara upp í 1 miljard Ég segi bara já strax Þetta voru 300 miljónir, ég breyti miljard Þetta blöð var að skamma þig Já, það er basically það Því að Ingo er núna með besta sóttrin spritt bara allra tíma Rétt, X-mist Ingo, hreinskilin Því að þú ert svo hreinskilin Þeir eru með öll Norðurlöndin þegar það kemur að þessu Já, við keyptum sem sagt enga dreifing á Norðurlönd og hluta af Evrópu Ok, þannig ef þetta myndi springa út eru þeir filthy rich? Auðvitað Við vitum bara hvað þetta er hágæða vara sko. Þetta er svona pínu magic dæmi og við erum að byrja á Íslandi og fer vel á stað og þetta getur orðið rosalega stórt Nógu ríku fyrir Ingo sko Þetta er skemmtilegt, þetta er líka þú veist, þetta er gaman sko. Það er gaman að fara að fundi með skælatöskuna og þess að fá sér inn að síkó með einhverjum yfirmann einhver staðar, þetta er stemning Já, þetta er stemning sko Herru, þriðja spurning drengir, hún er rosaleg Ég hækkaði upp í 1 miljard Takk ég því, 1 miljard 1 B Já, þetta er X-Bist tengt Myndið þið vilja vera með miklaðan titling út æfina fyrir 1 miljard Við erum góður, herru Ingo, það var ógeðslega gaman að fá þig Það er að tala um hann er grænan Ég er ekki sko þetta þýðir Nei, þetta er bara svo lélegt að það næri ekki nokkur átt Við erum að þetta er grænt titling Ég ætla að lækka hérna í Ég ætla að lækka í steinda Það er grænt Hvað er eftir steindi? Ertu hér? Nei, ég er ennþá Hvað ertu? Hanna Hvað er með spurningu 4? Hann náði að slökk á hann Hvernig er spurning 4? Herri, en myndið ekki að taka miljardir? Er ekki lungu hættir að nota þetta kveikindi? Jú Herri, það er komað okkur á þessu hræðilega lið Ingo Já, Ingo, þú mátt bara vera hérna Það er 20 minútur eftir Vertu hérna með okkur bara áfram Þó þetta er hræðilegt Sveið með það Og það er komið að virtasta dagskrálið FM 95 Blöð Hann heitir Sturlaða staðreyndir Og það er eitt af þessu kjaftaði Og Ingo, þú mátt giska með okkur hérna Hvað af þessu kjaftaði Takk Ásand, hlustendum Er þið tilbúinir, drengir? Við erum klárir Rétt, ég er bara eitthvað fárlega sexy gæi Fullir í Barcelona Sendið mér á gramminu hérna Ég var að reposta þið Hvað mikið er liði? Þetta er eðla sexy út á allar heim Akkur er fólk að ferðast, ekki COVID Kannski býðu það Eru góður punktur, þeir sem er að hlusta hér og þar Sama hvar þú ert að hlusta, endilega takkið okkur Instagram, það er gaman að sjá það Mjög öfundsjúkur, sko. Mér langar að vera í Sunshine einhvers staðar, sko. Ég fór til útlanda í nóvember Þetta er bara eitthvað þægilegasta ferðalag sem ég var í Það var engin í leifstuð, engin á neinum flugvöllum Maður rölti bara í gegn, maður leif bara svo Brad Pitt Og maður er leikt flugvöllin sko. Þetta er rosalega fara Ég var að fara til Skotlands Þetta er pros and cons með COVID Flugvellir eru tómir Akkurat Og hvernig var eitthvað vesen? Aldrei röð grímu og eitthvað vesen og Já, maður er með grímu hérna bara í hagkaup sko, það er nógu leðilegt sko. En þú veist, það var ekki frutan grímuna var það bara 0 vesen Já, heilega Hvað ertu að fara lengi í sótkvíð þegar þú komst heim? 5 daga Það er ekki bara heima að frófa þér Og bara selfos eitthvað aðeins út að skokka með öllin og mólaði dött sko. Þú er best að plansi í hirt sko Þeir eru tilbúinir sturlaða staðreyndir Fyrsta er hlaupabretti voru fundin upp fyrir 200 ári síðan Og var fundið upp sem pyntingartæki Það var notað í pyntingar hlaupabretti Ok, þú var bara fangin settur á brettið og sett í hæsta og bara hlöftu Þetta var alltaf hugsað þannig þegar þetta var búið til Ef þetta er á hraða 18 og það er pyntingartæki og þú var lappi í hraða 6 og sko í smá halla þá var það bara kósið, það ekki? Ég er ekki að segja þetta sem notað sem pyntingartæki í dag Þetta var fundið upp sem pyntingartæki Ég hrifin þessar hugmynd Mér finnst þetta bara ennþá að vera pyntingartæki Ingo, ferðu á hlaupabretti? Nei, ekki mikið, 8 löpabrætti, ég seldi það Ég skildi það eftir, ég seldi húsið mitt Fylgdi það bara með? Já, það fylgdi bara allt með, ég bara seldi húsið Með öllu? Og labbaði út og Ok, tókst ekki svo sófan eða neitt með? Nei, sófan var eftir og sjónvarpið og allt sko En ristavélinn nú? Nei, ég tók hana reyndar Ég held alltaf upp á hana, ég fekk hana jólagjöf sko Ég var að taka hana sko Tókst ristavél? Já, grillið, samlókugrillið Ég tók hana nokkra kassa og svo bara fór ég Þetta er snilt að selja húsið svona, ég mæli með snilt, þú getur bara selt allt innbúið Já, bara taktu húsið Hvað lagður mikið á svona allt innbúið? Já, lagði, þú veist, aðeins auka Húlu eða eitthvað Og rúmið og allt með þú?
Já, Rúmi líka ok. Veitu, hvað fyrst með þetta að koma hann inn? Átti ekki neitt? Nei, það var bara einhver meistari sem fannst allt svo flott innréttað sko. Það bara lappaði inn, þú lappaði út. Já, það var eiginlega þannig. Það er eitthvað þægilegasta sala sem ég heyrt Rétt brumsla og ég rétt leiklan og málaði dött sko. það er svo Þetta er alveg snill, þetta er gert við það sko. Þau pæli í þessu, þegar hvort þau er búið að leggja því lítið að gera eitthvað fínt Það er ekkert leiðilega en að flytja sko, taka sófan út og allt og losnaði við það. Svo passar hann ekki inn í íbúinu sem kaupið eða húsið eða sófan. Það er eitthvað besta hugmynd sem ég á æfinni heim. Þetta er enda mjög snið. Ég var að selja En tókur ristavélina? Ég hef með hana. Það er líka bara eitt handtak sko. Já, bara eitt kassi sko. Er þetta fyrir 4 brauð? Nei, þetta er enda bara 2 bröð. Það er gamli skólinn sko. Þetta er bara gæðin. Ég var að selja hérna íbúð við Mosó og gæðin hringdi bara, heyrðu, það er ískápurinn. Það var sem hann myndi fylgja með það. Já. Já, þetta. Það er bara mista manni heimi. Sko, leðilegt að flytja Eðlilega. Já, bara Næsta allt þetta. Sætla er að gefin að þykja Það Sko, er vísendilega sannað já, það á Já, ekki það við allt, sko. Já, hérna stendur in the long term Já. Eða það ekki? Jú, Er ekki allir sammála því? jú, það er það sko, eins og ég segi, það er kannski ágæð alveg allt, en svona, ef þú ert að tala bara jólin og þú ert að horfa á fólk opna pakkana sem hún kiftir og gafst þeim, þá Það er ekki ekki bara að tala jólin, það er bara að tala að sætla kannski erst þú ekki sammála þess en það er búið að vísendilega sanna þetta stendi Já, ég meina að gefa fólki og gleðja einhvern annan eða það veitir þeir ánægju Já, það veitir lengri ánægju heldur en ánægju Já, ég sem myndi þú segja fær það. fyrir að þykja eitthvað Já, við tökum þetta það. Morgunmatur er ekki mikilvægasta máltíð dagsins. Það eru markastjórar morgunkotna sem byrjuðu með þessar staðhæðingar. Þetta eru þvílíki snillingar sko, með morgunkóð, með Serious sem er bara náttúrulega ekki einu svona holt sko. Þú veist að ljúga að öllum heiminum og þetta er að bóla morgumat alltaf Er þetta að þvæla? Hvað er mikilvægast að máltíð? Nú er Ingo að læra. Þetta er eini liðurinn sem fólk lærir. Þannig að þú sem engaþjálfari, þú lærður engaþjálfari, það er kjaftaðið að morgunverður sé mikilvægasta máltíð dagsins. Já, þetta var bara gott marketing scheme hjá Serious. Þeir lögu bara að öllum heiminum og þú verður að bóla morgumat. En fyrir optimal health og þetta alls ekki að bóla morgumat. Sumi fíla aðeir ekki og þú fílar ekki og bara sleppur því. Er morgunkóð neill? Er það holt eða? Það er bara svo bara Snickers. Er það? Já, þetta er bara Við erum ekki hægt að setja sigur í þetta. Þetta er bara unnin kolvetni og bara allt basically rusl. Allt? Já, ég meina Kellogg's er rusl, Special K er aðeins minna rusl, samt rusl. En Coca Puffs og svona Lucky Charms og svona, ég er að vinna með það. En það er helvita hart að kalla þetta rusla því þetta er mjög gott samt sko. Ég dýrka honum auðvitað. Hann er að segja sér geggja sko. Já, þetta er mjög gott En fyrir heilsuna kannski Já, þetta er mjög gott að bragðið en samt rusl. Já, en ef fólk ætla alltaf að hugsa svona, væri maður ekki bara úti í haga að geta bara einhverja hundasúrur eða? Getur maður þá að geta eitthvað? Nei, þú veist, mér svo bara getur þú fengið egg í morgumat eða bara reyna havra, það var slags 100 skára en reyna havra í morgumat Já, ég veit það er ekki spennandi en ég bara segi ykkur, samt rusl. En það er ekki talt að borða 30 egg. Ég er ekki sattur á einu eggi. Þú er sattur á 2 eggjum 30, þú ætlar bara 30 egg sko. 3-4 sko. Já, ég Það ertu lucky hand Luke Heldur þú geti 50 egg Herru, líkt að mig, heldur ég geti bara 2 egg og verið bara, herru, ég er bara sattur. Herru, ætlaði þú ekki að koma eins og hérna Lionel Richie í dag? Jú, var það ekki? Ég var búin að gleyma því Akkur er svegstu Hann ætlaði að koma eins og Lion að þú ætlaði að vera með mottun og bíkudrykk Já, hörru, ertu allt niðruð eða? Þið áttu að minna mig á það, ég manna ekkert. Já, þú veist sama skegg og fyrir viku síðan Nákvæmlega eins Já, það Svo er hægur. búin að hlára síðara Ok, þannig að næsta föstu þá kemur eins og Lionel Richie og reynir að geta 30 egg Nei, akkur á ég að reyna að geta 30 egg. Taktu bara 3 Þú sagðir þú Hvað farið á mótana? Mér langar bara ekki eins og ég Leif maður að geta, Lucky Charms eða Cocoa Puffs, hvað farið þið? Hvort? Ég borði ekki morgumat. Ég borði ekki morgumat. Hvernig borðar þið fyrst þá? Klána 1 eða 12. Fastar fleitt? Já. Hvernig hættur að borða? 3 nóttina það? Stundum, en yfirleitt svona bara yfirleitt borða ég bara síðustu máltíðina. Veitir hvað, það er úrslega unfair að ég sé chubby motherfucker. Af því að ég borða hádegismat og kvöldmat og that's it. Og stundum er ég að laumast í eitthvað. Nei, ég borða aldrei enda milli. Steindi, ég sé þig hérna með fokking brjóssykur og eitthvað allan daginn. Já, sterkar brjóssyk. Ég fæði stund sterkar brjóssyk. Öðru ruggli, það er ekki bara það. Nei, sterkur brjóssykur, það er ekki svo sér kalóri í 5 sterkum brjóssykum. Nei, en ef þú getur 40. Þú ert í form í dag með hvernig varst hann að spotta fermenturinn í stendarum okkar á sínum tíma. Já, ég er það var rosalega stendina. Já, ég er í besta form í lífsmís núna. Hvernig er hjá Ingo? Tekur þú morgumat? Já, fæ mér oft kaffi kannski og eina Síkó. Já. Það er rosalega. Það er eitthvað harðasti morgumat. Það er 0 calories þegar morgumat. Það er með
Steinda, sem við Lucky Charms. Nei, ég borði ekki maður. Ingo þessi síkó og kaffi. Það var morgumat. Veitir hvað ég gerði því ég reyktist strákar? Þá tók ég eina, því áður ég fór út heima, þá setti ég eina réttu sko, inn í fristi. Já, og svo bara var ég, þú veist, fór ég út í daginn. Og svo þegar ég var að fara að sofa, þá fór ég og náði hann og tók eina ískalda fyrir svefnin. Hver er munun á ískaldri síkó og bröðinu síkó? Hún er bara svo geggjur. Við erum alltaf langt hérna út fyrir stærsta hurð í heimi er stærri en frelsistittan. Stærsta hurð í heimi? Ég hef ekki séð hana. Nei, en hún er til samt. Og það er NASA sem á hana. NASA er með hurð sem er stærri en frelsistittan. Gullfiskar geta ekki lokað augunum. Þeir eru ekki með auglokk. Það er okkur skellur. Já, með hundur en með gáfur á við 2 ára barn. Það fyrir auðvitað eftir, sko, Border Collien er skarpur. Kallinn sem er grenjandur hlátri var vinsælasti emojín árið 2020. Nú spyr ég ykkur. Ég nota hann helviti oft, sko. Já, grenjandur hlátri var vinsælasti. Nú spyr ég hver var næst vinsælastur? Ingo, þú mátt giska fyrst. Það var sólglirrögna. Nei, Sólglirrögna. Hvað segir þú, Steindi? Ég ætla að segja að sé kúka emojín. Hvað segir þú, Egill? Apinn. Nei, það var gaurinn sem er hágrænjandi hérna, sem er líka, maður setur alltaf að maður hlæjandi. Og svo er það síðast að súkkulaði át dregur úr gráum hárum. Nú spyr ég drengir, hvað hefur sér kæft að þeim? Hurðin og frelsistittan. Hurðin og frelsistittan. Ég ætla að segja gaman að fá breytt gaur sem er með allt á hreinu. Það er ekki recap. Hvað segir þú, Steindi? Ég þarf recap, sko. Eðlilega, við sko, hversu stort hús er þetta fyrir hurðinu? Þetta er NASA. Ég veit að það lítur að vera inn í byggingunni. Já, menna, já, ok, allavega, hvað segir þú? Ég ætla að segja að súkkulaði drægur gráum hárum. Já, hvað segir þú, Egill? Ég, sko, man ekkert að það sem þú sagði, sko. Nei. Gískar ekki bara nummið 2? Jú, nummið 2. Já, Steindi fucking náðu þessu maður. Yes, Stóni! Súkkulaði drægur ekki gráum hárum. Við skuldum auglýsingar og við verðum að drífa okkur í þér. Við vorum fljótt að líða, klukkan er að vera 6 drengir. Já, ég er alltaf að setja það, við þurfum að vera í 4 tíma. Já, sveið mig þá, ég ætla að byrja og gesti þáttanins Ingo, við veikum hvernig helgin er. Það er gigg annarkvöld upp á Úlfljótsvatni. Já, annarkvöldi gigg. Nei, ekki upp á Úlfljótsvatni, það er ykkur staðar inn í ég man ekkert hvað þetta er. Og farið crowd þar? Það er ykkur staðar fyrir vestan. Hvað megið var að margir núna að þú ert að spila? 50, 100? Ég veit hvað með var maður, ég veit ekki. Ingo er síðasti maður að fara að skvíla það, sko. Ég meina, Rikki umbúrsmaður þannig að svara því, sko. Þú mætur og geggar og sendir reikning, sko. Farið síkó, sko. Já, eitthvað í kvöld? Nei, ég held að vera rólið bara. Horfa á þáttin minn, ég er alltaf með þáttin í kvöld, ég glemdi því. Já, hvað er það í kvöld? Pálmi Gunnars held ég. Nei, það er Eurovision þáttur. Eurovision í kvöld. Eurovision í kvöld. Ertu búin að taka þetta upp alveg? Já, búið að taka þetta upp. Pálmi Gunnars, er hann á leiðinni? Hann kemur næsta. Það var rosalegt. Hvernig er komað í Eurovision þáttinn? Pétur Jésu og Mari Ólafs. Og svo Alma Rut og Kristján Gísla með Byrtu. Hann tók það var rosalegt, sko. Skaffinningurinn. Það er gott lag, sko. Peppum hann. Strákar, veitir hvað ég ætla að gera í kvöld? Ég er búin að ákveða það. Hvað? Ég ætla að henda í eðlu. Eðlu? Já, ég er búin að kaupa í hana. Ég er búin að kaupa allt í hana. Hvað þarf í einu eðlu? Bara ég ætla ekki að gefa. Segðu það bara. Þetta er það bara rjómaostur og salsa og pizzaostur eða ostur eins og þú fílar. En ég er náttúrulega að nostra við mína eðlu. Alveg. Það nostraðu? Já, ég er eðlumaðurinn. Takk fyrir. En hvað er ekki breyta $1 í 2 og selja út í búð þessu entrepreneur? Já, ég ætla nú að byrja að fara bara heim og hendi eðlu og ég er mjög spenntur fyrir þetta. Það var þetta geggja því Ingo var að ferða saman í landi. Þú var að selja eðlu og hann að selja X-mist. Var einhver að kalla á mig? Hendi henni kvöld. Og ég hendi eðlumann í kvöld. Já, svim. Það er bara ekkert að gera því ég er bara að vinna. Ég sá það bara á andlitinu. Það er lítið plan. Ég er bara að vinna. Og fólk er að vakna núna og mér líður eins og það sé janúar, því það var ekkert að gera í janúar hjá mér, ekkert í februar, það var enginn að hafa samband, aðstofa við þjálfun en eitt, en nú er þetta farið að springa út af því að sko, það er eins og það sé janúar. Þú sagði við mig áðan og var að vinna frá 5 á mótana til 9 á kvöldin. Já, svona 5:45 til 09:20. Og ég var að senda inn að feitabólu tíðin líka, mástu? Já, í þættinu. Já, hann vann þjálfun, hann var að koma í mánutíðin. Já, og það er þetta að spyrja leiði, bara gefðu þjálfun í
Streymuniðinu? Ég svona gleymi ofta heyri í þér og svo er það náttúrulega ég búið með heila rauða Þetta er samt svo vitlaustjör, það er fullt af fólki sem verið í þjálfun á þess að sé feit sko. Nei, ég segi ekkert, ég sagði bara skilur Það er ekki allir að sumir vilja kjöta sig upp og styrkja sig Þegar ég segi feitaból þá meina ég bara að þú ert ekki 6% skilur, 9%. Það er gætið 6% eins og Blondell og Ingo Veðugóð. Við erum langt frá því í dag, drengirnir. Takk fyrir hlustununa, kæru hlustendur. Við verðum mættir hér aftur næsta fösta. Góða helgi, býtir ekki United City á sunnudaginn og eitthvað. Maður hefur ekki verið spenntari fyrir því. Svona hákurinn sko. Ég er réttið bara að sitja í dolluna og byrja næsta sísón. Það ekki? Já, ég er sammála því. En Ingo, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Við verðum eins og ég segi, mættur hér næsta fösta. Við ætlum að enda þetta á föstudagslæginu frá því síðustu viku. Og þetta lag er komið á Spotify. Þið skrifið Fever Acoustic. Þetta er Sverrir Bergmann. Og þetta er bara með betri föstudagslögum sem við verðum með lengi. Tekja á þessu.